Sæl og góðan dag. Velkomin á þennan 21. fund sveitarstjórnar Múlaþings sem að haldinn í fjarfundi þó við höfum nú haft uppi áætlanir annað vegna veðurs og færðar. Nú urðum við að taka þetta í fjár en ekki á Borgarfirði eins og til stóð. Fundur hér með settur. Það eru 25 tölusett atriði sem eru á dagskrá fundarins og við göngum til dagskrár. Það fyrsti liður sem aðalskipulagsbreyting Fljótsdalshéraðs Fjarðarheiðargöng. Það verið farið yfir kynningarfund sem sveitarstjóri fulltrúar í sveitarstjórn og umhverfis- og framkvæmdaráði áttu með fulltrúum Vegagerðarinnar föstudaginn 4. mars síðastliðinn, þar sem umfjöllunarefnið var aðalvalkostir Vegagerðarinnar og umhverfismat vegtenginga við fyrirhuguð Fjarðarheiðargöng. Og eftirfarandi tillaga liggur frammi. Sveitarstjórn Múlaþings þakkar þá vönduðu vinnu Vegagerðin stendur fyrir varðandi umhverfismat og valkosti varðandi mögulegar vegtengingar við Fjarðarheiðargöng. Sveitarstjórn lýsir við stuðningi við þær niðurstöður koma fram í vinnugögnum varðandi verkefnið og leggur áherslu á að Skipulagsstofnun hraði afgreiðslu umsagnar vegna umhverfismatsskýrslu framkvæmdarinnar eins og frekast unnt, þannig að formlegt kynningarferli geti hafist sem fyrst. Þetta sem sagt tillagan sem liggur frammi og orðið laust undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán. Takk fyrir, forseti og ágætt að funda fólk. Þar sem að nú í þessari tillögu vísað í kynningar. Út á mjút, Stefán. Stefán, þú settir mjút, já. Það var óþarfi hjá mér. Þú ert að taka 2. Forseti og ágætt að funda fólk. Ég ætlaði að eyða hérna örfáum orðum í að fara aðeins yfir hvar þetta verkefni statt, kannski svona til frekari skýringar við það sem fram kemur í þeirri tillögu sem að forseti gerði grein fyrir hér áðan. En það þannig að það verkefni af þeirri stærðargráðu sem Fjarðarheiðargöngin eru og eða vegtengingarnar við Fjarðarheiðargöngin eru að slíkt þarf í umhverfismat og það það ferli sem og hefur verið í gangi. Vegagerðin hefur unnið þarna heilmikla vinnu og látið vinna fyrir sig heilmikla vinnu varðandi greiningu valkosta, varðandi aðkomu að og vegalagningu að væntanlegum Fjarðarheiðargöngum. Og það sem sagt sú umhverfismatsskýrsla sem að núna liggur fyrir í drögum, en það sem hér verið að vísa til það að í því ferli þá þarf Skipulagsstofnun að leggja blessun sína yfir skýrsluna áður en að hún getur síðan farið í kynningarferli. En það okkar vona að þessi kynning og þá opinbera kynning fyrir bara alla bara sem að vilja kynna sér málið. Að við vonumst eftir því að þessi kynning geti orðið sem fyrst og þá með kynningarfundum og með því að gögn séu gerð aðgengileg. Og það ákveðin tími þar sem að gefinni kostur á því að skila athugasemdum og ábendingum varðandi umhverfismatsskýrsluna og síðan á endanum fer hún þá til Skipulagsstofnunar til endanlegra staðfestingar eftir úrvinnslu. Þannig að þetta dálítið mikið ferli vegna þess að síðan það sem tekur við þar á eftir svo hin eiginlega aðalskipulagsbreyting. En þetta þetta vel á veg komið og eins og fram kemur sveitarstjórnarfulltrúar og fulltrúar í umhverfis- og framkvæmdaráði hafa fengið þetta kynningu á þessari skýrslu og þessum miklu gögnum sem að aflað hefur verið og þeim niðurstöðum sem að Vegagerðin hefur komist að í því sambandi og við bara vonumst eftir því að þetta verði sem allra fyrst sem að þetta verði kynnt opinberlega. Takk fyrir þetta, Stefán. Orðið laust undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Þröstur. Já, forseti, ágætt að funda fólk. Ekki hvað ég á að byrja eiginlega með þetta, en sko, ég ósáttur við þá bókun sem á að bera hér fram að menn séu fagni niðurstöðu Vegagerðarinnar sem stuttu máli svo að þeir hafa valið svokallaða suðurleið sem fyrsta kost.
og mér finnst of snemma hrasað að því að svo sé í rauninni áður en að endanleg skýrsla er komin út og áður en nokkur almenn umræða hefur farið fram í sveitarfélaginu, bara meðal almennings þetta. Þetta er dálítið stórt mál varðandi skipulag þessar höfuðæðar umferðaræðar sem koma inn í og fara út úr bænum. Og það er svo sem engin launung að ég hef verið mótfallinn þessari suðurleið og hef viljað sjá svokallaða norðurleið í staðinn og aðal ástæðan fyrir því kannski að ég er mótfallinn þessari suðurleið og sem margoft komið fram er það að hún sker það sem ég vil meina og margir vilja meina sem til þekkja mjög verðmætt íbúðaland sem er sem sagt suður af Selbrekkuhverfinu, gengt Selbrekkuhverfinu hinum megin við Norðfjarðarveg þar inn í skóginn þar sem að ásarnir ganga langt inn í land og snúa allir meira og minna suðvestur suður. Mjög fallegt íbúðaland, eitt af sennilega fallegasta byggingaland á landinu. Plús það að þeir sem eru staðkunnir þá þekkja það að veðursald þarna er meiri en fyrir utan á vegna suðaustanáttúran sem keyrir niður dalina oft og veldur kala eða kulda og bara leiðilegri veðráttu, til dæmis á byggingasvæði sem væri hugsanlega einhvers staðar út við Eyvindará eða Uppsali. Þannig að ég sé mjög eftir þessu landi eða að fara undir þjóðveg þegar það er hægt að verja það. Og þarna kemur nú að þessu einmitt að við erum ofta að tala hér að laða fólk inn í þetta sveitarfélag og eitt af því sem laðar fólk inn er það að eiga kost á fallegum lóðum, fallegum byggingarstæði og við erum svolítið að slá þarna svona gullið úr höndunum á okkur með þessu ef við ætlum bara að fallast á þetta strax með vegagerðinni. Það kemur líka mjög óvart í niðurstöðu vegagerðina þegar við nánast ekki hafa lesið athugasemdir, allavega ekki þær athugasemdir sem voru gerðar við suðurleiðina vegna þess að það kom berlega fram að þeir höfðu ekki eins og gert sig grein fyrir því hvaða byggingasvæði var verið að ræða í athugasemdum sem ég og að ég held fleiri skiluðu varðandi þetta mál. Það er svona svolítið gjaldfellir gæðin á skýrslunni vegna þess að til hvers er þetta athugasemdaferli ef athugasemdar er ekki lesnar og geta ekki til þeirra. Síðan er bara þetta svona almenna með þetta sem að mér svolítið hrísugur við að embættismenn yfir höfuð að þeir taka ákvörðun, það er okkar gjörinna fulltrúa að gera það og við eigum ekki að elta alveg blind það sem að embættismenn segja í einstökum stofnunum og ég hefði haldið að þurfti mun meiri umræði heldur en að fyrir en að það er bókað svona og og þess vegna bara ósáttur við þessa bókun. Það síðasta sem ég ætla að koma að það er það að það var sett á stofn nefnd, ef ég man rétt vorið 2020 til þess að ákvarða í rauninni með þessi göngjarni héraðsmegin hvar munnin átt að vera og síðan leiðaval frá honum. Samkvæmt núverandi aðalskipulagi er þessi munni út við Steinholt. Einhverja saka vegna, ef ég hef skilið rétt, við vorum með mann í þessari nefnd með flokkurinn, þannig ég hef það eftir honum að þá vildi vegagerðin ólm fara með þetta inn í Steinholt. Fyrir því hef ég ekki fengið, inn í Dalhús, fyrir því hef ég ekki fengið neinar haldbærar skýringar og bara, ef maður spekulerar þá er eiginlega bara 3 mögulegar skýringar fyrir því og það er fyrsta lagi þá að það sé eitthvað tæknilegt varðandi berglög eða annað sem hafi breytt þeirri ákvörðun að hafa þetta út við Steinholt. Annað er hugsanlega kostnaður og ég skil það nú samt ekki alveg vegna þess að vegurinn frá gangnamönnunum verður miklu lengri fyrir vikið og þar safnast kostnaður og svo í áranna rás væntanlega snjómokstur og viðhald á þessum vegi. Þriðji möguleikinn er einfaldlega sá að það hafi komið pólitískur þrýstingur einhvers staðar frá að færa þennan gangnamenn nær öðru sveitarfélagi hér austur frá sem að ég svo sem ætla að láta ónefnt. En eins og ég segi, það er speculations og ég svo sem hef ekkert fyrir mér með það. En mér finnst þetta furðulega ákvörðun að gera þetta vegna þetta setti þetta mál eiginlega í hnút vegna þess að þá lentu menn í þessu að velja fara að karpa þessa leiðir. Annars var náttúrulega alveg klárt að vegurinn færi norðan. Þannig ég er búin að vera full lengi hérna og bara læti þetta duga í bili. Takk. Takk fyrir þetta Þröstur. Sveitarstjórnarfulltrúi Jakob Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel Jakob. Forseti og gott hundafólk. Mér finnst þessi bókur svo sem allt í lagi þannig einlega séð en
Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur talar suðurleiðina, hún skeri þarna flott byggingaland og gerir það eflaust ef mann horfa á það. Mér finnst norðurleiðin hins vegar gera það líka. Það er að segja, hún fer svo nálægt Eyvindaránni þegar hún kemur hérna, getur sett neðan við Borgarfjarðarveginn. Ég hefði viljað sjá þá þessa norðurleið utar aðeins. Ég veit ekki betur en að þarna sé hún að skera land sem að Fljótsdals hér á sínum tíma keypti undir sem byggingaland. Þannig að hún er þar með að skera það þarna. Svo vil ég benda á það að Vegagerðin hefur nú talað svolítið fyrir því að með Lagarfljótsbrúna að þetta hangir svolítið saman hvar hún verði staðsett líka upp á svona geta tengt þetta í heild sinni saman og ég legg mikla áherslu á það að við förum að vinna í því að það er mjög mikilvægt að vinna í því að koma því á sem fyrst staðsetningarvalið þar að segja fyrir Lagarfljótsbrú að því að ég hef vitneskju að það er ekki mörg ár í það að það verði meiri þungatakmarkanir á þeirri brú og þar verði ekki leyft að fara yfir með þunga og þetta á einnig náttúrulega við Jökulsá á Fjöllum og við þurfum eiginlega að vera samstiga í þessu fá Norðurlandi með okkur í þessu. Þess vegna var ég nú að senda hérna á Björn og reyndar hann Ingu en það er nú Óður sem að hérna á þá kannski fá þetta. Smá bókun þetta að mér finnst, og hún hljóðar þannig ef ég má í leyfi forseta, að hérna mikilvægt að flýta sem kostur staðsetningu Lagarfljótsbrúar og skýringin ekki langt í að það verði frekari þungatakmarkanir settar þar á. Þannig að ég legg áherslu að við komum þessu sem fyrst í framkvæmd. Óskandi þetta verði skráð. Takk. Það verður þá bókað sem bókun frá þér, sveitarstjórnarfulltrúa Jakobi Sigurðssyni. Orðið er ennþá laust undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Hildur. Já, takk fyrir það. Ég styð þessa bókun og fagna þessari vönduðu vinnu sem að Vegagerðin hefur svona kannski ekki skilað að sér en allavega kynnt fyrir okkur í sveitarstjórn og í umhverfisráðinu og mér langar svona að leggja áherslu á það, svona eins og kom fram í byrjun fundar þá gátum við ekki funda á Borgarfirði vegna þess að Fjarðarheiðin var ófær í morgun og hún er ennþá illfær og það dylst engum hversu mikil nauðsyn er á því að við fáum bótmála í okkar samgönguvanda sem við búum við. Hann er algjörlega óþolandi. Í vinnu Vegagerðarinnar þá var sett saman tafla, það sé að borin saman norðurleiðin, miðleiðin og suðurleiðin, það sé að vera að horfa til þátta eins og gróðurfars, dýralífs, lífríki straumvatna, jarðmyndana, vatnafars og vatnsverndar, landslags og ásýnd lands, samfélags, landnotkunar, verndarsvæðis og mannvirkis, ferðamennsku, útivistar, loftgæðis og hljóðvistar og fornleifa. Og það er náttúrulega horft til, það er farið í umferðargreiningu, svo eitthvað sé nefnt og það dylst engum sem satt þennan fund að suðurleiðin vænsti kosturinn. Að lokum langar mig að hvetja ykkur til þess að hefja ekki þetta mikilvæga framfaramál fyrir Seyðisfjörð og Múlaþing allt útboðið á að fara fram í haust. Við byrjum að sprengja á næsta ári þannig það liggur á að sveitarstjórn taki ákvörðun í þessu máli. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Hildur. Orðið er laust undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Berglind. Já, takk fyrir, forseti, góðu fundamenn. Ég bara fagna þessari góðu kynningu sem við fengum og við erum búin að bíða náttúrulega verulega lengi eftir þessari kynningu og auðvitað þeir sem hlustaðan á fund hafa ekki fengið þessa kynningu og bíða eftir því, þess vegna er gríðarlega mikilvægt að þau skref séu tekin markvisst og hratt og manni skilst að það muni gerast og þá mun hefjast formlegt kynningaferli.
ég nú ekki alveg með rökin hér uppi sko varðandi eins og gangnamunnan eins og Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi kom inn á en hann sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson og örugglega með það á hreinu og því var í rauninni breytt á sínu tíma eða þau voru fest göngin sem sagt gangnamunnin á þessum stað vegna það voru bæði sko mun lengri göngin þarna og svo var það vinnuaðstæður og alls konar aðstæður í kring sem að ég kannski ekki alveg með á hreinu núna en það voru mikil rök sem að ýttu gangnamunnunum á þessa leið en auðvitað þarf þetta að vera mjög upplýsandi hvaða gögn voru fyrir hendi. Varðandi, ég veit alveg að meðal almennings og fleira fólks er skoðanaskipti á hvaða leið skuli fara, norður, suður og ég held að sé nú fáir sem á miðleiðinni. En auðvitað eins og með norðurleiðina við vitum líka að þetta að skera náttúrulega byggingaland algjörlega sem við eigum þar, væntanlegt og við erum líka með fráveitum mannvirki sem á að rísa núna en í algjöru biðstöðu og það ýmislegt sem kemur fram sem að fólk getur bara að lesa sig til þegar opnast á gögnin sem gerist núna vonandi sem fyrst. En mig langar bara að taka undir eins og sem Jakob Sigurðsson kom inn á sveitarstjórnarfulltrúi eins og með Lagarfljótsbrúna. Við vitum öll að hún löngu komin á tíma og það einmitt að koma að því að það megi ákveðnir þungaflutningar ekki fara þar yfir og eins sagði hann mér í samtali með brúna við Jökulsá á Fjöllum að hún væri mjög tæp líka þannig að það eru miklir þungaflutningar sem fara þarna í gegn og svo eins og fréttir dagsins eru varðandi lokun á Fjarðarheiðargöngum að hún lokuð Fjarðarheiðin og Norræna í höfn á Seyðisfirði og þarf að í rauninni sigla burt með mikinn farma af fersku fiski frá Norðurlandi og Austurlandi og það eru 20 trukkar sem bíða þannig að þetta alveg gríðarlega mikilvæg framkvæmd og mikilvægt að við draugum alls ekki lappirnar í þessu máli en auðvitað þarf að fara fram upplýsandi umræða og við tökum skrefin svona eins rætt og hægt En takk fyrir. Takk fyrir þetta Berglind. Orðið laust undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur beðið morðið, gjörðu svo vel Helgi. Takk. Forseti og aðrir fundarmenn. Ég bara aðeins að svona, ég finnst þetta svolítið óþægilegt allt, hvað þetta við eiginlega eigum rosa bátt með að segja eitthvað eða tjá okkur eitthvað einhverja færslu eða eitthvað þeim úr því þetta allt komið á tíma. Þetta ferli ekki alveg nógu gott. Sko. Að við fáum ekki þessar upplýsingar fyrir eiginlega bara þetta verður að gerast núna. Þessi umræða út í samfélaginu eða okkar á milli getur eiginlega ekki átt sér stað. Og það ekki neitt hér að sakast í því. Sko. Þetta bara ekki nógu gott að hönnun svona stór, ég meina þetta búið að standa til í 40 ár, þessi göng. Sko. Bara, það skrítið að þetta sé ekki, að okkur gefist ekki lengri tími til umfjöllunar þetta. En annað var hann ekki. Takk. Takk fyrir þetta Helgi. Sá ég ekki rétt Þröstur að þú hefði verið að biðja morðið? Já, sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefði beðið morðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, annað fundafólk, ég ætla nú bara að vera kurteis ef einhver sé búinn að tala þegar að ég ætla að leyfa ef einhver annar ætla að vera á undan mér að vera það, en allt í lagi það ekki en bara takk fyrir góða umræðu og mér finnst það góð og merkilegt nokk að mér fannst sveitarstjórnarfylgi, ekkert merkilegt, það ekkert merkilegt en hvað annað, mér fannst sveitarstjórnar Helgi Hlynur kom með alveg ágætan punkt hérna og bara vel gott að þetta komið fram að það næstu búið að vera að tala þetta 40 ár. Gangnamunnin var þarna fyrir ofan Steinholt, svo allt í einu hlaupa mun til og rauninni setja málið upp í loft með að flytja þetta inn eftir. Þannig að síðan getur Hildur komið hér og talað það að fulltrúi Hildur fyrir ekki að talað það að það liggur á og þess vegna bara verði bara að keyra þetta í gegn svona. Það í sjálfu sér alveg rétt að mörgu leyti. Ég vil þó benda á það í þessu samhengi að það liggur kannski ekkert svo rosalega á.
vegna þess að það tekur, sko, ég man ekki hvað það er, það tekur allavega mörg ár að grafa þessi göng þarna í gegn og það er nægur tími að, sko, tjúna þessar leiðir til, hvort sem það er suðurleið eða norðurleið á þeim tíma, að fara með það í gegnum tilheyrandi skipulagsbreytingar og svo framvegis. Þannig að það að, sko, að þau rök að sko, það verði bara samþykkja eins og Vegagerðin vill gera þetta núna, þau rauninni halda ekki upp og það þau séum hvað að senka, halló, það er eitthvað inn á, halló. Já, ég slökkt á því. Já, ok. Fyrir ekki að, hvar var við? Já, að það er rauninni, sko, það er nú ekki endilega að vera svo að það liggi einhver rosalega mikið á þessum hluta per se að negla niður þetta leiðarval. Sko, margir góða punktar hafa komið hérna fram og Jakob nefndi Lagarfljótsbrúna og það er bara alveg hárrétt. Ég sé þetta líka mikið í sambandi við Lagarfljótsbrúna og ekki síst það hvar hún á að vera. Það er svona flestra huga þá á að kakka henni einhvers staðar fyrir innan núverandi Lagarfljótsbrú. Mér finnst allt og lítið skoðað að fara, að halda núverandi brú bara fyrir létta innanbæjarumferð og fara svo með brúna bara út fyrir flugvöll. Sem gefur mjög skemmtilega tengingu innan þessa norðurleið og hárrétt hjá Jakobi, eins og veglínan er núna þá liggur hún allt og nálægt Eyvindaránni. Það er bara alveg hárrétt hjá honum. Og hún sker þar verðmætt byggingaland en hún sker kannski ekki sérstaklega gott íbúðabyggingaland. Og það kom líka fram í máli Jakobs að þetta land er í eigu sveitarfélagins sem megnið af landinu sem fer undir norðurleið. Það er því alveg, sko, það er alveg gefið tækifæri að væntanlega verður Vegagerðin að greiða sveitarfélaginu fyrir það land sem fer undir veg eins og hverjum öðrum landeiganda og nýta þann pening til þá makaskipta fyrir þetta verðmæta og góða byggingaland sem ég er að tala um hérna á suðurleiðinni. Þannig að það er algjört vinn-vinn í þeirri stöðu. Sko, aðeins sko sambandi við hérna umhverfismálin og umferðargreiningu sem Hildur nefndi, það er rétt umhverfismálin eru heilmikið mál sko en ég hnaut svolítið það í þessari skýrslu, það var, ég held bara hvergi, minnst á sko að blæjarspinna sem er á þessari suðurleið og er raun að taka yfir skóginn á þessu svæði, það með labba þarna inn eftir, vegna þess að sko maðkurinn hefur eyðilagt þarna birkiskóginn undanfarin ár en hið góða hefur komið í staðinn, það er að segja að blæjarspinn hefur vaðið þarna allt. Þarna ætla mann í gegnum það og enginn að tala um það og þetta er annar af 2 fundastöðum villtra blæjarspara á landinu, hinna og í Fáskrúðsfirði málið. Þannig að, og umferðargreiningin líka fannst mér svolítið skrítin vegna þess að sko samkvæmt henni var miðleiðin öruggust. Og ég skildi það aldrei vegna þess að hún fer náttúrulega í gegnum sko faraldarsbrautina, miðjan bæinn, en svo fekk hún skýringu á því, jú af því að það er innanbæjarvegur, þá var honum bara kippt út þegar að sú greining var gerð, þannig að það er þetta að gera ýmsar rósir til þess að fá út einhverja niðurstöðu sko. Berglind talaði að göngin yrði mun lengri, ég kannast nú ekki alveg við það vegna þess að einhver tíma kom það fram í máli í Vegagerðinni að í rauninni skipti þetta ekki miklu máli varðandi lengdina og ef ég fer rétt með, ég svona eitthvað fara að rauka minnið sko, þá hafðu þeir einhver tíma talað um það að ef við vildum fá göngin þarna út eftir þá var eitt mál, bara flyttum með það. En það er kannski róður seint núna, ég veit það ekki. Sko, og svo þetta með frávætuna, jú, það er rétt að norðurleiðin klippir hérna í sundur, það fer rauninni yfir þessa reynslustöð nánast, en aftur að það er nægur tími til þess að möndla það til norðurleiðin til þar og þess að fara með veginn niður fyrir. En ég ætla ekki að vera mikið langárari, en sko ég ætla ekki að samþykkja þessa bókun í ljósi þess að mér finnst bara algjörlega út í spóa að vera að taka undir þetta strax með þessu suðurleið og mun þess vegna ekki greiða þessa tillögu atkvæði, en mun bóka þannig, ef ég lýsi það lesa upp með leyfi forseta, ég lýsi undrun minni á bókun sveitarstjórnar sem hrasar að þeirri ályktun að val Vegagerðar á suðurleið sé rétt áður en endanleg skýrsla er komin út og áður en nokkur umræði hefur farið fram þetta stóra mál í samfélaginu. Það er mér mikil vonbrigði að Vegagerðin virðist ekkert tillit hafa tekið til athugasemda minna verðmætt íbúðabyggingaland sem veglína suðurleiða sker og eyðileggur. Það er í verkahring kjörinna fulltrúa að ákveða hvaða leið verður valin en ekki embættismanna ríkisstjórnar. Og þakka þessu fyrir. Takk. Takk fyrir þetta Þröstur. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið öðru sinni, gjörðu svo vel Stefán.
Jú, forseti og ágæta fundarfólk. Það er aðeins að bregðast við nokkru punktur sem fram hafa komið hérna í umræðinu og kannski fyrst þá eiginlega kannski því sem að sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson lauk sínu mála á og raunar hóf það líka. Því hvort að það sé tímabært að leggja fram og samþykkja tillögu eins og þá sem að hér liggur fyrir. Og ég held að það sé algjörlega óhætt að gera það einfaldlega vegna þess að þetta byggja þá bara það byggir þá bara á því sem að liggur fyrir. Við höfum fengið kynningu, við höfum fengið að kynna okkur þessi drög og miðað við það sem að liggur fyrir, þá er allavega svo sem að hér tala reiðubúin til þess að standa að þessari tillögu. Það er hins vegar alveg ljóst þetta á eftir að fara í gegnum ferli, þannig að það getur auðvitað gerst ef það koma upp í ferlinu, í kynningaferlinu, athugasemdir eða nýjir punktar, þá það er ekkert hægt að útiloka það að sveitarstjórn breyti sinni afstöðu, en ég held nú samt að það sem við höfum séð er það umfangsmikil greining að ég held að við getum alveg leyft okkur að draga af henni ályktanir. Og kannski einmitt líka til að bregðast við því að þarna sé bara einhverjir embættismenn að taka ákvarðanir. Það sem að Vegagerðin þarna gerir og þeim ber að gera er að þeir leggja í rannsóknir, þeir láta vinna greiningar, taka saman tölfræðileg gögn. Þetta er ekki geðþótta ákvarðanir og það verður hægt að kynna sér og fara í gegnum það. Men það eru ákveðnar forsendur sem liggja baki þessari tillögu aðalvalkost. Þannig að mér finnst svona kannski ekki alveg sanngjarnt að leggja þetta upp með þeim hætti. Þetta snúist bara það hvort að embættismenn eiga ákveðið þetta eða kjörnir fulltrúar. Í þessu tilfelli þá lít ég svo á að það sé ríkisstofnun Vegagerðin sem að leggur í vinnuna, safnar gögnunum og við fáum þau gögn í hendurnar til að taka ákvörðunina og mér finnst sannarsagna þetta vera nokkuð sannfærandi niðurstaða þó auðvitað megi deila einhverja punkta í henni en ég held að þegar upp staðið þá svona að öllu samandregnu að þá sé þetta besta niðurstaðan sem þarna lagt upp með. Nú það er búið að vísa í vinnu nefndar sem var sett saman staðsetning á gangamunna og raunar reyndar líka var þá undir þessi spurning vegtengingar að göngurum þar með. Þetta var nefnd sem var skipuð af þáverandi bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs og þar sátu fulltrúar allra flokka. Og við fórum í gegnum ákveðna vinnu og fengum upplýsingar frá Vegagerðinni til þess að leggja mat á þessa valkosti sem voru og niðurstaðan var svo samhljóða notabenni að staðfesta það að gangnamunni myndi verða við Dalhús og síðan yrði unnið út frá því. Það var hins vegar ekki einmitt samstaða í nefndinni að velja valkost fyrir veginn og það meðal annars leiði til þess að við erum að fá í rauninni þessa miklu vinnu núna. Það reyndar hefði alltaf þurft að meta saman einhverja valkosti en þetta var allavega niðurstaðan út úr nefndinni að menn voru sammála að gangnamunin yrði við Dalhús og síðan yrði beðið eftir því að fá betri gögn og rannsóknir til þess að meta veglínuna. Og það voru margir þættir sem að komu til og ég veit svo sem ekki hvort maður getur sagt að einhver einn hafi verið aðgerandi. Það hefur verið minnst og lengd gangnanna og þau eru nokkuð styttri ef að munin við Dalhús heldur en að þau yrðu ef að munin væri við Steinholt. Þannig að munar kannski ekki rosalega miklu í metrum en þegar þú ert komin í jarðgangagerð þá er bara hverjir 100 metrar ansi dýrir. Það munar dálítið miklu í peningum. Það hafði líka með að gera. Vegagerðin var svona, það er ekki alveg þannig að þetta hafi bara verið sjálfgefið hvernig veglagningin yrði ef að gangnamunin yrði við Steinholt. Þar hefði líka komið upp erfiðar spurningar og þar hefði líka þurft að bera saman ólíka valkosti. Þannig og svo náttúrulega líka er verið að hugsa einmitt lengd vega á milli byggðakjarna og þar er ekki bara Egilsstaðir Seyðisfjörður undir, þar var líka Seyðisfjörður Reyðarfjörður undir. Þannig að þetta kemur allt til skoðunar og það leiddi til þessara samhljóða niðurstöðu. En mér hefur nú fundist kannski megin þungin í málflutningi Þrastar Jónssonar sveitarstjórnarfulltrúa og snúast þetta land sem að þarna er undir. Ég held að verða að hafa í huga að hvaða ákvörðun sem tekin verður það hvar vegurinn á að liggja. Það hefur mikil áhrif til frambúðar á þróun byggðarinnar á Egilsstöðum. Það er að segja hvar verða íbúðasvæðin.
og ef að norðurleiðin er valin, þá lokast valkostir þar og kannski opnast sunnanmegin og öfugt. Ég vil bara nefna þessu samhengi að við erum í dag, ég held að ég geti leitt mér að fullyrða það, við séum með sko í skipulagi í dag, í deiliskipulagi í dag, yfir 300 íbúðir. Síðan ef við tökum aðalskipulagi það sem ekki verið deiliskipulag, þar eru valkostir fyrir einhver 100 íbúði viðbót og það er áður en við erum þá farin að brjóta land sem ekki er skilgreint sem íbúðasvæði í dag. Þar með ég ekki að segja að við eigum ekki að gera það og það er að mörguleyti mjög spennandi að fara að hugsa þetta svæði þarna í framhaldi af Selbrekkunni bæði í rauninni upp úr og handan Fagradalsbrautar sem íbúðasvæði. Ég er bara benda á það við eigum ansi langt í það, í vexti í þessu samfélagi, að það verði raunhæfur valkostur að byggja á þessum stöðum miðað við hversu mikið annað við höfum og hversu mörg önnur svæði við getum unnið með. Þannig að þetta er spennandi framtíðarsýn en hún er býsna langt framundan. Svo er þetta líka í hinni endanlegu útfærslu á veglínu að þá er hægt að vinna með það hvort að við sjáum fyrir okkur íbúðasvæði, við getum jafnvel haft einhver áhrif á það hvar nákvæmlega vegurinn liggur með þetta allt saman í huga. Þannig ég held að sé ekki verið að loka neinum dyrum endanlega þarna með byggingu á þessu svæði en það er kannski 100 ára spurningin hvort að við erum að fara með íbúðabyggð svona langt þarna eftir og það er auðvitað spennandi framtíðarsýn til langs tíma. Ég ætlum bara að enda þetta á því að segja það að það sem eru að mínu viti stóru tíðindin í þessu er það að Vegagerðin er að leggja til að þjóðvegurinn verði ekki á Fagradalsbraut. Og það þurfti nú eiginlega að segja mér það þrisvar. Ég reiknaði aldrei með því að Vegagerðin tæki undir þetta sjónarmið sem hefur verið uppi hjá sveitarstjórn hér býsna lengi. Að þjóðvegurinn er að fara hér fram hjá megin þéttbýlinu og við höfum áður þetta sveitarfélögin sem á undan komu samþykkt skipulag sem að gera ráð fyrir þessu en Vegagerðin hefur aldrei tekið undir þessu sjónarmið fyrr en núna og það er mjög mikilvægt og mjög mikið gleði efni að Vegagerðin sé farin að ljá máls á þessu og það kannski einmitt, það er svolítið allt annað þegar að Vegagerðin og sveitarfélagið eru orðin samstíga hlutina heldur en þegar sveitarfélagið er að vinna í tómarúmi við vitum það alltaf það er Vegagerðin sem á endanum þarf að framkvæma þetta og ef Vegagerðin er ekki fylgjandi þá það er ekki þar með sagt að við að gera allt sem Vegagerðin segir okkur en það er alveg ljóst að þetta verður miklu þægilegra áfram ef Vegagerðin og sveitarfélagið eru orðin sammála það hvert á að stefna. Takk. Takk fyrir þetta Stefán. Fleiri hafa ekki kveðið þessu hljóðs undir þessum lið. Það liggur nú þegar fyrir 2 bókanir sem hafa verið færðar til bókar. Tillagan sem að greitt verður atkvæði eða sem greitt verður hér á eftir er eftirfarandi. Ég ætla að lesa hann aftur. Sveitarstjórn Múlaþings þakkar þá vönduðu vinnu Vegagerðin stendur fyrir varðandi umhverfismat og valkosti varðandi mögulega vegtengingar við Fjarðarheiðargöng. Sveitarstjórn lýsir við stuðningi við þær niðurstöður koma fram í vinnugögnum varðandi verkefni og leggur áherslu á að Skipulagsstofnun hraði afgreiðslu umsagnar vegna umhverfismats skýrslu framkvæmdarinnar eins og frekast unnt þannig að formlegt kynningarferli geti hafist sem fyrst og þeir sem eru þessari tillögu samþykkir erum vinsamlegast beðnir að gefa merki. Við getum gert það bara á skjánum. Það eru 10. Einhver á móti. Það er 1. Tillagan er samþykkt með 10 greiddum atkvæðum gegn 1. Þá höldum við áfram dagskrá. Við erum komin að liði 2. Aðalskipulagsbreyting, borgarfjörður, þéttbýli og efnisnáma í Fjarðará. Það liggur fyrir bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 23. febrúar 2022 þar sem því vísað til Sveitarstjórnar Múlaþings að samþykkt verði að fyrirliggjandi skipulagslýsing vegna breytinga á aðalskipulagi Borgarfjarðarhrepps verði kynnt í samræmi við skipulagslög og eftirfarandi tillaga liggur frammi. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs að fyrirliggjandi skipulagslýsing vegna breytinga á aðalskipulagi Borgarfjarðarhrepps varðar lóðarstækkun við Bakkaflöt, breytta landnotkun við Jörfa og nýja efnisnámu í Fjarðará verði kynnt í samræmi við ákvæði 3000 greinar samanber 1. málsgrein 3007 greinar skipulagslaga nr. 123/2010.
skipulagsfulltrúa falin framkvæmd málsins og þetta tillagan sem liggur frammi og orðið laust undir þessum lið. Það kveður sér engin hljóðs utan sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson sem hefur orðið. Gjörðu svo vel, Eyþór. Já, forseti og annað fundafólk. Mér langaði bara að benda okkur á og þar á meðal mér sjálfum að það voru askoti snubbótt gögnin sem fylgdu með þessu máli og ég taldi mig nú vita allt þetta mála og þess vegna var ég nú ekki búinn að komast að því fyrr en utan skrifstofutími í gær þegar ég ætlaði að fara að skoða en það eina sem lá fyrir fundinum var var bókun umhverfis framkvæmdaráðs og þegar ég ýtti á málsnúmerið þá sá ég heldur ekki neitt. En ég þykist nú vita hvað málin snúist þarna en ef ég hefði ekki getað þá hefði verið erfitt að samþykkja þetta og það ekki til þess að skipulagsmálin gangi neitt hraðar ef það þarf að fresta málum út af einhverju svona þannig að við skulum ekki láta það koma fyrir aftur. En kannski bara ef ég skil málavöxtur rétt þá þetta lóðastækkuðum Bakkaflöt. Ég kannski beini bara spurningu til formanns umhverfis framkvæmdaráðs sem getur þá leiðrétt mig ef ég að fara með eitthvað fleipur. Þarna lóðastækkunum Bakkaflöt, þetta snýr ekki satt að þarna sem áður var kallað Bakkavegur 0, þar sem þvottaplanið þar sem fyrirhugað að reisa íbúðir. En sko breytt landnotkun við Jörfa það sem sagt deiliskipulagið sem verið að vinna þar, sem sagt. Þetta náttúrulega aðalskipulagsbreyting og í hverju felst þessi breytta landnotkun við Jörfa. Ég meinti að spyrja sko, þetta eitthvað í tengslu við þá vinnu? Og svo þekki ég nú alveg til efnisnámunar í Fjarðará, en ég vona að spurningi mín skiljist, og það ekki svona það bil. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór. Sveitarstjórnarfulltrúi Jakob Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Jakob. Forseti og annað fundafólk. Ég veit ekki hvað Eyþór tala um. Það er undir þessum lið lýsingi líka frá landmótun þar sem þetta kemur allt fram. Allavega ég með það undir mínu gögnum. Ætla bara að benda á það. Jú, ég get alveg upplýst að þetta það sem Eyþór tala um. Þetta Bakkavegur 0, það Bakkaflötin og deiliskipulagið við Jörfa. Það er þetta sem þarna verið að tala um ásamt Fjarðarár námunum. En þessi gögn eru hjá mér allavega undir frá landmót. Takk. Takk fyrir þetta, Jakob. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið til að bregðast við spurningu Eyþórs. Gjörðu svo vel, Stefán. Jú, forseti og ágæta fundafólk. Rétt eins og sveitarstjórnarfulltrúi Jakob Sigurðsson þá verð ég að benda á það þannig að undir málinu í það minnsta núna, ég get svo sem ekki vottað að nákvæmlega hvenær það hefur gerst, en þar liggur þessi lýsing sem sem það sem verið að fara að kynna. Þetta þá fyrst að skrifa 3 í skipulagsferlinu og þar safnað upp þessum 3 svona, getum sagt þetta vera nokkuð minniháttar breytingar sem ágætt að ná að safna þeim saman í eitt ferli. En eins og ég segi, ég skal ekki útiloka það að það hefði eitthvað brugðist með að koma lýsingur undir, en hún þar allavega núna. Og ég get sömulegis staðfest allt sem framkom hjá Eyþóri Stefánssyni sveitarstjórnarfulltrúa, það að segja að sá hluti sem að snýra íbúðasvæðinu þarna, það það sem áður var kallað Bakkavegur 0. Það var þannig að þar var gert ráð fyrir að íbúðasvæði teygði sig þangað en ekki alveg, það var ekki alveg, það þurfti að stækka aðeins þann reit til þess að ná þeirri lóðastærð sem að var stefnt og þess vegna íbúðasvæði stækkað örlítið út í það sem áður var bara landbúnaðarland. Það reyndar var hafin vinna við að stofna lóð innan þess svæði sem íbúðasvæði aðskipulagið sem gert ráð fyrir því að þegar þessi breyting gengur í gegn þá verður svo lóð stækkuð.
varðandi Jörfan þá kemur þetta til vegna þess að þar var náttúrulega leikskóli og aðskipulagið tók til þess, þar var svona stofnanasvæði, þannig að það verið að breyta frá því og í samræmi við nýja notkun og breyta notkun á svæðinu. Takk fyrir þetta, Stefán. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Helgi. Já, takk, forseti. Bara takk undir með Eyþór. Þegar ég fór að kynna með gögnin þá fann ég ekkert undir málinu og ég veit núna að því ég er staðkunnugur þá veit ég núna hvað málin snúast. En það er gott að það komið þá undir núna. Það er mjög gott. En eins og Eyþór segir, þetta er náttúrulega ef maður vissi ekki til, þá vissi maður ekkert hvað málin snýst. Takk. Takk fyrir þetta, Helgi. Fleiri hafa ekki, sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson. Hvað þessu hljóðs öðru sinni, gerðu svo vel, Eyþór? Já, ég vildi nú bara árétta að ég var nú líka forseti og annað fundafólk verið ekki. Ég vildi bara árétta að ég var nú að ávita sjálfa mig líka, því að ég átti að vera löngu búin að taka eftir þessu og biðja þá bara að gögnin færi undir. En þau eru komin undir hjá mér núna, Þannig að hið besta mál, takk. Takk fyrir þetta, Eyþór. Fleiri hafa ekki kveðið þessu hljóðs undir þessum lið og þá ber ég tillöguna undir fundinn. Geri enginn við það athugasemdir, þá lít ég svo á að tillagan sé samþykkt. Nema eins og ég segi, eitthvað gerir við það athugasemdir sem er ekki. Við færum þá til bókar að hún er samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu. Þá erum við komin að lið 3, aðalskipulagsbreyting Djúpivogur Þúfuhraun. Það liggur fyrir bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 2. mars 2022, þar sem lagt til við sveitarstjórn Múlaþings að hafin verði vinna við breytingu á aðalskipulagi Djúpivogshrepps og eftirfarandi tillaga liggur frammi. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs að hafin verði vinna við breytingu á aðalskipulagi Djúpivogshrepps sem gerir ráð fyrir stækkun á hafnar- og athafnasvæði í framhaldi af kassaverksmiðju Búlandstins við Innri Gleðivík. Samhliða verði unnið að frumhönnun á nýrri höfn sem verði hluti af breytingunni. Gerð verði nauðsynleg breyting á gildandi hverfisvernd á svæðinu með tilliti til áforma uppbyggingu. Framkvæmd og umhverfismálastjóra falið að koma verkefninu í framkvæmd. Þessi tillaga liggur fyrir fundinum og orðið er laust undir þessum lið. Það kveður sér engin ljós. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Þröstur. Já, forseti annað fundafólk. Ég bara get ekki orða bundist að bara gleði að sjá það þegar að atvinnuuppbygging verður í sveitarfélaginu og talandi um gleði í Gleðivík, ekki síðra. Þannig að ég bara fagna þessu sem er að gerast þarna og bara sýnir hvað þetta fiskeldi er að í rauninni að styrkja byggðina á þessu svæði og svona veldur mér samt svolítið heilabrotum vegna þess að við vitum að sama fyrirtæki vill þenja sig út eða hefja fiskeldi í Seyðisfirði og reyndar í Stöðvarfirði líka við maður rétt að þar er ákveðin mótstaða við þetta og þetta er svona erfitt mál vegna þess að þetta er gleðilegt atvinnuuppbygging yfir höfuð en svo er hinn þátturinn líka að samfélög eiga að ráða mjög mikið sín mál og ég bara lýsi við smá áhyggjum að þessu tengda máli sem er þarna í Seyðisfirði, hvernig það lempast til og hvað verður úr því. Ég tekur svo sem enga afstöðu en bara svona bendi á það í þessu. En fyrst og fremst bara gleði verið að sjá þessa miklu uppbyggingu þarna á Djúpivogi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Eyþór. Já, forseti og annað fundafólk. Mér langaði að beina svona eitt sem ég velti fyrir mér þegar ég les þessa bókun. Það stendur hérna með leyfi forseta gerð verði nauðsynleg breyting á gildandi hverfisvernd á svæðinu með tilliti til áformum uppbyggingu. Hvað þýðir þetta? Er sem sagt alveg ljóst að af þessum, það verði ekki af þessari uppbyggingu eða þessum hugmyndum
öðruvísi en að það verði gerð breyting á hverfisvernd og hvað ætli ég sé ekki best að beina spurningun til formanns umhverfis- og framkvæmdaráðs. Geturðu aðeins útlista hvað fælist í þessari breytingu? En að öðru leyti fagna ég náttúrulega þessari atvinnuuppbyggingu. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Hildur. Já, takk forseti, ágætu fundarmenn. Mér langar svona að fylgja eftir því sem að Þröstur kom inn á, sem mjög gildur punktur. Ég satt hjá þegar við afgreiddum málið umhverfisráði einmitt út af því að hér hefur stór hluti íbúa Seyðisfjarðar sett sig upp á móti fiskeldinu og eru mótfallin þeim áformum sem standa til. Á sama tíma er ofboðslega erfitt að setja sig upp á móti atvinnuuppbyggingu og þessar framkvæmdir á Djúpavogi eru gríðarlega jákvæðar í mínum huga. Mér langar kannski að spyrja forseta sveitarstjórnar að því 10.000 tonna laxeldi á Seyðisfirði skipti það sköpum í þessum framkvæmdum sem eru fyrirhugaðar í höfninni á Djúpavogi. Eða við nýja höfn á Djúpavogi. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán. Forseti og ágæta fundarfólk, ég ætla að bregðast hérna við spurningu frá Eyþóri Stefánssyni sveitarstjórnarfulltrúa. Varðandi hverfisverndina, það er þannig í gildandi aðalskipulagi Djúpavogshrepps að hverfisvernd nokkuð víðtæk, því úrræði hefur beitt svona, ég segi ekki frjálslega, en það svona umfangsmeiri breyting á hverfisvernd heldur en maður sér oft í aðalskipulagi sveitarfélags, og meðal annars sem þetta má segja, Búlandsnesið allt undir þessum hverfisverndarákvæðum, og þetta svona tiltölulega vægt friðlýsingarform sem byggt inn í skipulagslögin, en þó það þýðir það að það eru ákveðnir ferlar sem þarf að fara í gegnum gagnvart því. Það alveg ljóst að framkvæmdir af þessari stærðargráðu á svæði sem hverfisvernd kalla á það að menn breyti skilgreiningu svæðisins. Það ekki hægt að gera þetta og kalla þetta eftir sem áður hverfisvernd á svæði. Ekki alveg óbreytt. Hins vegar ekki alveg ljóst kannski nákvæmlega hversu mikið eða hvert umfangið þarf að vera á þessari breytinga þessum framkvæmdum á svæðinu. Það þess vegna sem þetta orðað svona. Þetta eiginlega bara viðurkenning á því og rétt að draga athygli að því strax í upphafi ferilsins að þetta mun útheimta breytingu á þessari hugsun svæði sem hverfisverndarsvæði. En það liggur kannski ekki ljóst fyrir svona hversu umfangsmikil sú breyting og ég held nú að hugmyndin sé svo að reyna að horfa til þess að svona við halda eins og mögulegt því verndargildi sem þarna undir. En það kannski reynir ekki á það og við áttum okkur ekki fyllilega á því fyrr en við erum farin að vinna nánar að útfærslu og hönnun, hvaða möguleikar eru á því. Þannig að þetta svona, sjálfur sér kannski hefði ekkert þurft að taka þetta fram, en það var bara talið svona eðlilegt að benda á þetta í upphafi fyrir, svo ekki verði neitt sakaður að vera að fara í einhverja felum með eitthvað eða vera ómeðvitaður eitthvað. Þetta við vitum af þess. Takk fyrir þetta, Stefán. Orðið enn laust undir þessum lið. Ef fleiri ætla ekki, sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Helgi. Forseti, gott fundarfólk. Já, þetta hérna athyglisverð umræða. Mér mjög gjarnan bent á það þegar ég ræði fiskeldismál að það eru tvö fyrirtæki sem ræðir. Það annars vegar Búlandstindur sem sér slátrun laxins og hins vegar fiskeldisfyrirtæki sem ég veit nú ekki hvað hérna heitir eftir sameiningu eða hvort hún garð gengin endanlega. Það fyrirtæki á hins vegar 67% í Búlandstindi. Þannig að þetta nú svolítið skyldir aðilar. Þetta ekki beintengt á nokkurn hátt laxeldi í Seyðisfirði og
sláturaðstæð á Djúpavogi. Hins vegar þá getur vel verið að það hafi einhver áhrif til framtíðar á hugmyndir búlandstinnsmanna hvort þeir þurfi nýtt sláturhús, sko. Ég þori ekki að tjá mig það, en þetta ekki beintengt og sko þetta svo allt aðrir hlutir á Djúpavogi þar sem að þetta komið, var sannarlega þörf fyrir það og almennt svona jákvætt viðhorf gagnvart fiskeldi eða þá í Seyðisfirði þar sem að staðan eins og hún reiðin virðist vera miklu meiri eftir kynningafundin heldur en fyrir en það hefur þó það jákvæða gerst eftir hann að einhverjir af þeim sem að styðja laxeldi í Seyðisfirði eru farnir að koma fram undir nafni og segja styðja það sem miklu betra og það mjög vont þegar skoðunarkúgun að ræða að meiri hlutin tali það skýrt að þeir sem að eru á öndverðri skoðun þori ekki að tjá sig. Ég sennilega oftar að tala fyrir málefnum þar sem að minnihlutin undir, heldur en eins og í þessu tilfelli þar sem meirihlutin undir. En já, þetta ekki tengt nema lauslega og fleira var það nú ekki núna. Takk fyrir þetta, Helgi. Sveitarstjórnarfulltrúi Elvar Snær Kristjánsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Elvar. Forseti, annað fundafólk. Mér langar kannski að spyrja sveitarstjórnarfulltrúa Hildi Þórsdóttur. Ég veit ekki hvort ég heyrði rétt, en mér heyrðist hún segja að hún seti hjá við afgreiðslu þessa máls í umhverfisráði vegna mótmæla á Seyðisfirði. Mér heyrðist það, en ef það svo að þá skilji ekki alveg þau rök og eins og Helgi finnur sveitarstjórnarfulltrúi Ásgeirsson benti á áðan þá tengjast þessi mál ekki beint, þannig að mér langar kannski aðeins að fá útskýringu á þessu ef ég heyrði rétt. Takk fyrir þetta, Elvar. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttur hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Hildur. Takk fyrir þetta, forseti, ágætu fundarmenn. Nei, ég satt ekki hjá vegna mótmæla á Seyðisfirði. Ég satt hjá vegna þess að í fundargögnum umhverfisráðs sem liggja fyrir fundinn í dag kom fram í erindi Búlandstinns fyrirhuguð stækkun meðal annars vegna laxeldis í Seyðisfirði. Og það umhugsunarefni í mínum huga þegar að stór hluti íbúa hefur risið upp, spyr gagnrýna spurninga og vill þetta ekki. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Hildur. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Vilhjálmur. Já, forseti og fundarmenn, það kannski aðeins hugleiðing varðandi breytinguna á berfisvendinni að því takt á henni eins og formaður umhverfis- og framkvæmdaráðs kom inn á bara til þess að, já, við getum sagt auka gagnsæi í málinu og þá kannski vaknar spurningin, hvernig ferli í málum varða hverfisvendina, hvort það þetta hefðbundna skipulag einhver frekari kvaðir sem að geta haft áhrif á tíma og annað varðandi breytingar í hverfisvendinum svo Takk fyrir þetta, Vilhjálmur. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Berglind. Já, takk fyrir, forseti, góði fundamenn. Ég ætlaði nú bara að afgreiða þetta mál og mun gera það með þessari tillögu sem liggur fyrir. En mér finnst svona umræðan vera komin alveg út í eitthvað allt annað en þetta mál og ég er nýbúin að vera á Djúpavogi og var að skoða þessa frábæru kassaverksmiðju. Þetta svo ótrúlegur kraftur og allt sem þeir að gera þarna að ég ætlaði bara að hæla þeim og hvetja okkur til að standa ekki í vegi fyrir þessu öfluga fyrirtæki og þessu öflugu atvinnuuppbyggingu sem þarna og kannski ýta undir einmitt mikilvægi þess að þetta eru miklir þungaflutningar sem fara síðan þarna en eins og með kassaverksmiðjuna að það þarf ekki að vera í kolefnisspori að fá tóma kassa með enga þyngd í þvílíkum flutningum frá suðvesturhorninu, þannig þetta alveg
frábært hvernig stefnan hjá þessu fyrirtæki en þessi þungaflutningar sem að ýta undir mikilvægi þess að öxi komi sem fyrst og sem tengist líka og hefur þungavíkt í umfjöllun okkar sko eða baráttu okkar fyrir uppbyggingu á Egilsstaðaflugvelli. Og þarna einmitt bílar sem að komast ekki yfir og gríðarlega mikilvægt að komast í Norrænu núna. Þannig ég hvet okkur til þess að tala einmitt uppbyggjandi þetta málið. Ég allavega á þeirri línu og bara vonast til að við stöndum ekki vegi fyrir þessu fyrirtæki og bara fagna þessum krafti og öllu sem í gangi. Takk. Takk fyrir þetta Berglind. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán. Já, forseti ágæta fundarfólk, ég ætla bara að bregðast við því sem framkom í máli Vilhjálms Jónssonar, sveitarstjórnarfulltrúa. En ég verð þó að játa, ég get eiginlega ekki svarað í nákvæmlega hvað, á nákvæmlega hvað þessi hverfisvernd kallar í ferlinu. Það auðvitað ljóst, þetta hefur ákveðna merkingu, þetta hefur ákveðið innihald. Þetta skrefi, ég alltaf að reyna að minnast á það hvar við erum í skipulagsferli því að þetta svona almennt 3 stig, sko, 2 kynningar og 1 auglýsing, en ég held að við erum að hafa í huga líka við erum í rauninni á undan þeim skrefum núna, við erum bara rétt svo að byrja og þannig að hluta þeirri vinnu sem framöndan erum að greina það með hvernig ferillinn þarf að vera meðal annars að teknu tilliti til þeirra staðreyndar að vera að ræða þá hugmynd framkvæmdir á Hverfisverndarsvæði. Takk fyrir þetta, Stefán. Orðið laust til þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Stefánsson biður orðið öðru sinni. Gjörðu svo vel, Helgi. Forseti, ég Ásgrímsson en þá. Hvað sagði ég? Stefánsson, skilurðu mig? Fyrirgeðu. Ég bið forláts. Allt í fína. Sko, Berglind. Þú að segja, sko, ég aðeins að átta með því sem þú varst að segja. Sko, það var enginn hér, ég skildi engan hér sem var að leggjast gegn hönnun á nýrri höfn og svæði undir Sláturhús á Djúpavík. Það var hins vegar verið að tala laxeldi í Seyðisfirði sem mikil andstaða gegn. Þú að segja að vegna þess að fyrirtækið, dótturfyrirtækið, ætli að reisa Sláturhús á Djúpavík, þá megi mann ekki tala gegn laxeldi í Seyðisfirði. Skildi ég það rétt? Ef það réttur skilningur hjá mér, þá hann alveg banall í mínum huga. Algjörlega, sko. Algjörlega trylltur. Ef það er hugsunum bakvið. Hverfisverndin þarna, ef ég skil rétt, nú getur Gauti vonandi útskýrt það betur. Það eru aðalega þessar klettamyndanir út með innri Gleðuvíkinni sem eru hverfisverndaðar. En já, ég býð vara við því að menn láti sér þetta til hugar að menn get ekki haft skoðanir á einum hluta rekstur svona batterís. Þess að það sé árás á batteríið hitt. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Helgi. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Berglind. Já, takk fyrir, forseti og góði fundamenn. Beint var til mín spurningu, þó að það hafi verið talað beint til mín og sagt þú sem að má vist ekki gera, en allavega sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson kom með spurningu til mín. Öll umræða á rétt á sér, en mér fannst hún vera farin svo langt frá í rauninni því sem við erum að fara að ræða og ég vildi bara draga athyglina aftur að því, þannig að ég ekki að setja öll umræða á rétt á sér, en mér finnst bara undir þessu lið, það langaði mig að koma fram og mér langar að ýta undir bara hvað þau eru að gera, góða hluti þarna og að við bara að ganga frá þessari bókun og vera alls ekki fyrir í þessu eða tefja fyrir þessari uppbyggingu sem á Djúpavogi. Það það eina sem ég að tala fyrir, þannig að ég vildi bara koma athyglinni þangað aftur og bara fagna þessu skrefi og hvetja okkur til þess
að gangi í takt með því að standa ekki fyrir þessari uppbyggingu og ég var bara að fagna þessari uppbyggingu. Þannig að takk fyrir það. Ég vona að þetta hafi svarað þínum hugrenningum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Orðið er laust. Ætli fleiri ekki að taka til máls. Þá hyggst forseti bregðast við fyrirspurn sem aðan var beint og biður fyrsta varaforseti að taka við stjórn fundarins. Þá leikur fyrir að Gauti Jóhannesson sveitarstjórnarfulltrúi hefur beðið orðið og ég veiti honum orðið hér með, gjörðu svo vel. Já, forseti, gott fundarfólk. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórusdóttir beindi til mín þeirri spurningu hvort að ég liti svo á að fyrirhugaðar framkvæmdir skipti sköpum eða öllu heldur að laxeldi í Seyðisfirði, hvort það skipti sköpum fyrirhugaðar framkvæmdir í Gleðivík. Því fyrst til að svara, ég náttúrulega ekki í forsvari fyrir fyrirtækin sem að umræðir. Ég hins vegar gef mér að umfang þeirra framkvæmdar sem að fyrirtækin munu ráðast í og þær kröfur sem að það kemur til með að gera til breytinga á hafnaraðstöðu í Gleðivíkinni taki magn af því magni sem að gert ráð fyrir að slátra og ég get ekki svarað þessu betur en þetta. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson beindi því síðan til mín svona óbeint varðandi hverfisverndina. Ég er ekki alveg með það í hausnum en ég held að sé rétt hjá sveitarstjórnarfulltrúa Helga Hlynur Ásgrímsssyni. Þetta eru klettamyndanirnar sem eru þarna utan við núverandi og upp af höfninni og út af kassaverksmiðjunni eins og hún stendur núna. Takk fyrir. Já, orðið er ennþá laust þegar Gauti Jóhannesson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur beðið orðið og ég ætla að afhenda forseta á ný stjórn fundarins leið og ég gef Þresti orðið. Gjörðu svo vel. Já, fundarstjóri, gott fundarfólk. Já, þessi spurning þó að kannski svona, sem maður segir sér svolítið á corporate level eins og maður segir sko hjá Hildi svolítið áhugaverð sko með það hjá sveitarstjórnarfulltrúa Hildi fyrirgefiði aftur að með það hvaða áhrif sko fiskeldi í Seyðisfirði eða ekki myndi hafa á þetta. Sko, í gögnum þarna er kynning frá Búlandslandi sem er mjög áhugaverð og skýr og ljós og það er eitt graf sem að sko mjög ástæðlega sérstaklega gaman að skoða þegar ég var að undirbúa með. Það er í rauninni sem ber saman hráefni sem berst til Búlandstind, annars vegar þorskur og hins vegar lax. Og þetta eiginlega segir manni sko dálítið þá sögu að kannski sjávarútvegur á Íslandi hann er að færast dálítið mikið yfir í eldi vegna þess að eldið er yfirgnæfandi og nú þegar og á eftir að vera ennþá meira yfirgnæfandi í framtíðinni. En það er sko, ég har ekki velt þess fyrir mig hvað þetta hefur mikil áhrif sko en 10.000 tonn, ég meina maður ber þetta saman við það sem er þarna núna sko 2020 að þessu grafi þá voru að ræða 8.800 tonna laxi 2020 og 14.000 tonn 2021. Þannig að þetta Seyðisfjarðarmagn upp á 10.000 tonn er þarna einhvers staðar á rólinu á milli og hér eru plön það 2026 og þá er þetta komið heildarmagnið sem stráefnið verið orðið 45.000 tonn. 10.000 tonn af því er einhvers staðar 24-5%, 2%, eitthvað svoleiðis. Þannig það er þarna þetta er hátt í fjórðungur, þannig að þetta hefur örugglega eitthvað að segja, ég get ekki ímyndað mér annað en að öðru leyti svo sem þetta er bara svona vangaveltur það þannig að það sé nokkuð skýrt að þetta er eitthvað sem ekki kannski bara skipti engu máli. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Þröstur. Fleiri hafa ekki kveðið þessu hljóðs undir þessum lið. Það svolítið liðið sem ég lagði tillöguna sem liggur frammi sem ég las hann upp, þannig ég ætla að gera það aftur. Hún er eftirfarandi. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs að hafinu verði vinna við breytingu og aðalskipulagi Djúpavogshrepps sem gerir ráð fyrir stækkun og hafnar og atvinnusvæðinu í framhaldi af kassaverksmiðju Búlandstinds við innri Gleðivík. Samhliða verði unnið að frumhönnun nýrri höfn
sem verði hluti af breytingunni. Gerð verði nauðsynleg breyting á gildandi hverfisverndarsvæðinu með tilliti til áforma uppbyggingu. Framkvæmd og umhverfismálastjóra falið að koma verkefninu í framkvæmd. Og þessi tillaga er lögð fyrir fundinn. Ger enginn við það athugasemdir, þá lít ég svo á að hún sé samþykkt. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórusdóttir hefur beðið orðið. Ég sit hjá og ætla að fá að gera grein fyrir atkvæði mínu, sendi það ekki bara á óðingunnar. Já. Takk fyrir það. Hildur hefur getið þess að hún hyggst sitja hjá og ég lít þá svo á að aðrir séu samþykkir en bið nú menn samt að ganga til atkvæðagreiðslu og gefa merki þeir sem eru samþykkir. Gjörið þið svo vel. Ég lít svo á að það eru þá 10 sem segja já, 1 sem situr hjá og nú kann að vera að kunnátta forseta í fundarsköpum sé að bregðast honum en ég hefði litið svo á að það þurfi að gera grein fyrir atkvæðinu í heyranda hljóði og beini þeirri spurningu til fyrsta varaforseta hvort það sé rétt hjá mér. Já, ég tek undir það álita að rétt sé að lesa upp bókarinn sem lagður fram. Já, takk fyrir það. Ég biðst afsökunar á því, þetta er hárrétt. Ég styð atvinnuuppbyggingu á Djúpvogi og finnst þetta gríðarlega jákvætt hvað Laxeldi hefur gert margt fyrir samfélagið þar. Hins vegar að báðum áttum þegar að kemur að þessari, hvað maður að segja, þessu laxeldi hér á Seyðisfirði upp á 10.000 tonn sem að stór hluti samfélagsins hefur barist gegn, eins og allir á þessum fundi vita vel og því sit ég hjá. En ég styð Djúpvog á sinni vegferð en biðum það að Seyðisfjörður fá að halda sinni sérstöðu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Hildur. Það er kannski ástæða til þess að minna á að þegar við gerum grein fyrir atkvæðum þá sé það kannski skýrt og skorinort. En nóg það, bestu þakki fyrir þetta. Við erum þá komin að lið 4 sem er aðalskipulagsbreyting Djúpvogur, ný vegtenging, útrás og hreinsivirki. Það liggur fyrir bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 2. mars 2022 þar sem lagt til við sveitarstjórn Múlaþings að sótt verði nýja vegtengingu í samræmi við áform breytingu á aðalskipulagi Djúpvogshrepps. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs að sótt verði nýja vegtengingu fyrir Djúpvog í samræmi við fyrirliggjandi áform breytingu á aðalskipulagi Djúpvogshrepps. Framkvæmd og umhverfismálastjóra Múlaþings falin framkvæmd málsins og sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán. Forseti og ágætt að funda fólk. Svona í þeim anda að ræða það hvar við erum stödd í ferlinu þá er búið að kynna lýsingu að þessari aðalskipulagsbreytingu þannig að við erum einhvers staðar á milli skrefs 1 og 2 í þessu. Það er svo að kom fram í athugasemd vegagerðarinnar við skipulagslýsinguna að það skorti á það að sveitarfélagið hefði með formlegum hætti óskað eftir nýrri vegtengingu fyrir Djúpvog og við höfum unnið út frá þessu að þarna sé verið að gera ráð fyrir nýrri tengingu við þjóðveginn og jafnframt þá að vegagerðin sjá þá tengingu en þetta er svona einhver formlegheit sem að vegagerðin fer fram á að fá þetta staðfest á sveitarstjórn að það sé óskað eftir tengingunni og því er lagt til að það sé gert hér en á öðru leyti er verið að vinna gerð vinnslutillögu, það er að segja koma okkur yfir á skref 2 í þessu skipulagsferli og það er mitt útheimtir svolítið vinnu hjá vegagerðinni sem að þau hjá vegagerðinni hafa sagt að þau get ekki lagt í fyrir að fengna þessu formlega erindi. Takk fyrir þetta, Stefán. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs undir þessum lið til en það liggur frammi og ég las hana upp og geri engin við það athugasemd þá líti svo á að hún sé samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu.
það verður fært til bókar sem slíkt. Við erum þá komin að lið 5 sem aðalskipulagsbreyting Úlfsstaðir Frísundabyggð. Það liggur fyrir bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 2. mars 2022 þar sem því vísa til sveitarstjórnar Múlaþings að samþykkt verði að hafin verði vinna við breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 og eftirfarandi tillaga liggur frammi. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs að hafin verði vinna við breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 sem gerir ráð fyrir nýju svæði fyrir frístundabyggð í landi Úlfsstaða á Völlum og að fyrirliggjandi skipulagslýsing verði kynnt í samræmi við ákvæði 1. málsgreinar 30. greinar laga nr. 123/2010 skipulagsfulltrúa falin framkvæmd málsins. Orðið er laust undir þessum lið. Að kveður sér engin hljóðs og geri engin við það athugasemdir þá líti ég svo á að tillagan sé samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu. Það verður fært til bókar sem slíkt. Þá er komið að lið 6. Samþykkt stjórnar sambandsins og yfirlýsing CEMR vegna Úkraínu. Það liggur fyrir erindi frá framkvæmdastjóra Samband Íslenskra sveitarfélaga þar sem komið á framfæri samþykkt stjórnar sambandsins dagsett 25. febrúar 2022 þar sem tekið undir yfirlýsingu Evrópusamtaka sveitarfélaga að sveitarstjórnarmenn fordæmi brot á sjálfstæði og sjálfræði Úkraínu og lýsi yfir stuðningi og samstöðu með sveitarfélögum í Úkraínu og íbúum þeirra. Og eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings fordæmir harðlega innrás Rússa í Úkraínu og brot þeirra á sjálfstæði og sjálfræði þjóðarinnar. Sveitarstjórn lýsir yfir fullum stuðningi við úkraínsku þjóðina og þær aðgerðir alþjóðasamfélagið hefur gripið til gegn yfirvöldum í Rússlandi. Sveitarstjórn Múlaþings lýsir sig reiðubúna til að koma að aðstoð við fólk á flótta og tekur einróma undir yfirlýsingu Evrópusamtaka sveitarfélaga. Þessi tillaga liggur frammi og orðið er laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Hildur. Já, forseti, ágæti fundarmenn, bara fagna þessari bókun, tek heilshugar undir hana. Þetta eru náttúrulega ótrúlegir atburðir sem við horft upp á síðan 24. febrúar síðastliðinn. Mér langar svona að beina því til okkar. Við höfum verið að tala móttöku flóttamanna núna í hálft ár. Sveitarstjórn bóka á þann veg í september að settur yrði saman vinnuhópur og erindisbréf yrði gert í fjölskylduráði. Það hefur tekið gríðarlega langan tíma. Þessi hópur var nýverið settur saman. Ég veit ekki til þess að hann hafi fundað. En mér langar að hvetja ykkur til þess að nýta tíma betur og ganga dálítið rösklega til þessa verks. Því að nú eru, eins og við vitum öll, yfir 1 milljón manns á flótta vegna hörmungana í Úkraínu. Sömuleiðis er fólk farið að flýja Rússland sem getur ekki hafist þar við lengur við ógnarstjórn og kúgun. Og eins og kom fram í fréttum vikunar þá eru 3 sveitarfélög á Íslandi sem taka á móti flóttamönnum og það er mikil þörf á að fleiri sveitarfélög axli þá ábyrgð líka. En mig langar að hvetja okkur til þess að vinna þessa vinnu vel og hraðinni. 6 mánuður er algjörlega óásættanlegt. Annars lýsi ég yfir bara stuðningi við Úkraínumenn en einnig til rússnesku þjóðarinnar sem að þjáist líka vegna þessara voðaverka sem framin eru daglega. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Hildur. Sveitarstjórnarfulltrúi Elvar Snær Kristjánsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Elvar. Forseti, annað fundafólk, kannski rétt að bregðast við orðum sveitarstjórnarfulltrúa Hildar Þórsdóttur að upplýsta fjölskyldur hefur samþykkt erindisbréf sem kom fram og það er búið að boða til fyrsta fundar í næstu viku. Það eru ákveðnar ástæður fyrir kannski þessum töfum sem ég ætla ekki að fara tilgreina hér að nánar út í en megin markmiði hópsins er að kanna innviðina hjá okkur að hvaða leyti við erum til þess fallin að taka á móti flóttafólki og með hvaða hætti við getum gert það. Þannig að vonandi gengur þessi vinna bara fljótt og vel fyrir sig en
Það kannski verðst að taka það fram kannski. Það félagsþjónustan undir miklu álagi, þannig að það kannski verið að taka tillit til þess örlítið. Takk fyrir þetta, Elvar. Orðið laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Þröstur. Já, forseti, gott fundarfólk. Ég svona mörgleiti ósáttur við þessa bókun og ekki það að ég sé að agitera fyrir aðgerð rússneskra stjórnvalda þvert á móti. Þetta óásættanlegt. Stríð alltaf óásættanlegt, algjörlega óásættanlegt. Og fyrir því verða alltaf þeir sem síst skyldi, það óbreyttir borgarar. Hins vegar það sem alltaf hverfur fyrst í undanfara stríðs og hverfur svo algjörlega þegar stríðið byrja, það sannleikurinn, það veit enginn hvað að gerast. Og mér finnst þessi grátlegu viðburður, þetta skulle vera að gerast hér enn á okkar tímum, kenna okkur það, maðurinn hann hefur ekkert lært. Og þessi bókun, hún ræðist mjög harkalega að rússneskum stjórnvöldum og það kannski út af fyrir sér lagi, en það þarf bara að ráðast af fleirum, vegna þess að maður náttúrulega horfði á í fréttum að undanfara þessa stríðs og að mörguleyti skildi það að afstaða Vesturlanda rosalega harkalega og þrýstin alltaf hreint og þeim var í lófa leikið að koma í veg fyrir þetta áður en þetta kom. Það var hvert atriði á fætur annað að ógna með því að Úkraína gengi í NATO og Evrópubandalagið sem kannski ágætt, en það ekki ágætt síðan frá rússneskum stjórnvöldum, þannig að það var vitað að menn munu aldrei sætta sig við þetta, enda reistu rússnesk stjórnvöld upp á rauðaflagið aftur og aftur og sögðu bara á góðri ensku unacceptable. Og því fór sem fór, þannig og þetta bara þetta klassíska dæmi sem virðist vera, að einhvern tímann fékk ég það útskýringu hvernig hlutirnir voru byggðir upp þegar að stjórnarskrá Íslands og stjórnarskrá Bandaríkjanna og aðra lýðfrjálsra ríkja var sett að Guð var efstur, svo kom maður, svo kom samfélag, neðst voru stjórnvöld sem samfélagið réð sér til þjónustu við sig. Stjórnvöld bæði á Vesturlöndum og annar staðar, þetta með mikið ágefni, farin að snúa þessu haus. Fyrsta lagi hendaði Guð út í skurð og setja sig síðan á stall hans efst og líta á sig til þess nánast til þess að kúga að borgarum. Þannig að mér finnst þessi, og síðan þessi bara, ég hef áhyggjur af þessu yfirhöfuð þessari reiði og herskárni út í Rússa. Ég held að séum öll reið innst inn í okkur, en við þurfum þá líka að horfa til ýmissa atriða eins og við stöndum hér í einu af þessum svokölluðu vestrænu ríkjum alþjóðasamfélagsins og það með blóðugar hendur upp að öxlum. Það er ekki að nefna annað en bara Líbíu á sínum tíma, þar var allt sprengt í tætlur og svo hlupum menn bara út. Og ástandið þar skelfilegt, ennþá í dag. Og síðan eru svona hlutir, ég meina það eru Rússar hér á landi, það hefur komið svo umfjöllun að rússnesk skólabörn sé að verða, rússnesk ætti skólabörn hér sé að verða aðkasti út af þessu öllu saman, þannig að mér finnst að þurfa að milda þessa bókun mjög mikið en hafa hana samt þannig að hún segir sína sögu almennt og ég ætla þess vegna að leyfa mér að koma með breytingatillögu að bókunna og lesa hana hér með upp. Og Óðinn Gunnar, þú átt að vera að koma með hana, ég var búinn að senda hana inn. Hún hljóðar þannig: Sveitarstjórn Múlaþings harmar stríðsástand í Úkraínu sem og annars staðar í heiminum og lýsir yfir samkennd og samhug með almennum borgurum þar sem og annars staðar sem þurfa að búa við ofbeldi og yfirgang stjórnvalda, innlendra sem erlendra. Sveitarstjórn Múlaþings hvetur deiluaðila til að leggja niður vopn og setjast að samningaborði, hlusta á kröfur hvers annars með hag og öryggi almennra borgara að leiðarljósi. Sveitarstjórn Múlaþings lýsir sig reiðubúið til að greiða götu fólks á flótta en leggur til að vandað sér til verka þannig að fjármagnur nýtist sem best í stuðningi við flóttafólki. Þannig að ég að segja það, ég sammála seinni hlutanum á bókunni sem liggur fyrir hinni. En ekki fyrir hlutanum. Ég finnst hún ofherská og sérstaklega kannski ekki síst í ljósi þess að sveitarstjórn eiga raunin ekki að vera vasast í utanríkismálum. Það á forræði ríkisstjórnar og þings. Takk.
Þakka fyrir þetta Þröstur. Ég lít í rauninu svo á að þú sért að leggja til þessa bókun í stað þeirra sem að lögð hefur verið fram. Þannig að þetta er í rauninu ekki tillega breytingu, heldur þetta önnur bókun. Skiljið þið ekki rétt? Þú skilir mig rétt, já. Ég skilji rétt. Takk fyrir þetta. Sveitarstjórnar fulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Helgi. Forseti, annað fundarfólk. Já, það er leiðilegt að þessi vinna nefndarinnar sem við sköpuðum ákváðum að skipa á fundi í september skuli ekki vera hafin. Og ég leyfi mér að trúa því að breyttur hugsunarháttur í þessu máli sé ekki vegna þess að þetta sé kristið nágrannaríki að ræða en ekki flóttamenn annars staðar frá. Ég verð að trúa því og treysta. En það er talsvert af fólki í þessu sveitarfélagi með úkraínskar tengingar og úkraínsku bergibrotin og strax eru komnir nokkuð margir eða sennilega á annan tug Úkrænubúa í sveitarfélagið eftir þess innrás. Ég styð bókunina en mér finnst að við þurfum að hugsa þetta sko. Þetta er mjög óþægilegt fyrir hjartað í mér að hugsunin sé allt önnur núna þegar þetta er kristin nágrannaþjóð heldur en þjóð sem býr bara heldur en þjóðir sem búa ekkert mikið lengra frá okkur en eru að öðrum kannski litarhætti og trúarbröðum. En vonandi og ég trúi því alveg að þetta sé ekki þannig heldur þetta er bara þannig að eftir þessi neyðin er nær þeim sterkari verða viðbröðin og það er alveg skiljanlegt. Takk. Takk fyrir þetta, Helgi. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Stefán. Forseti og ágæta fundarfólk. Aðeins kannski fyrst vegna og með vísan til orða Helga Hlyns Ásgrímssonar sveitarstjórnarfulltrúa hér áðan þá bara tek ég undir þau. Það er auðvitað mikilvægt að við lítum með sama hætti á fólk sama hvaða uppruna það er en það er kannski einmitt eins og framkom það sem að ræður auðvitað það er mannlegt eftir því sem að hlutinni standa okkur nær þá verða viðbrögðin sterkari og athyglisvert auðvitað að við kannski leggjum hlutina svolítið upp eða höfum lagt upp í skipan eins og starfshóp sko, ég myndi að þetta sé verkefni sem við getum svona svolítið stýrt hvernig við hvað við tökum og hvernig en staðan er bara svo vegna okkar nánari tenginga við Úkraínu heldur en kannski við önnur stríðshrjáð svæði undanfarin ár að þá bara eru verkefnin mætt. Það eru einstaklingar komnir sem eru á flótta, þeim munu þurfa þjónustu, þau munu þurfa stuðning og þetta sveitarfélag mun standa sig í stikkinu gagnvart þessu fólki af því að það bara kemur ekkert annað til greina. Auðvitað verður þetta verkefni fyrir okkur eins og önnur sveitarfélög á Íslandi og öll önnur stjórnvöld en ég held að það sé alveg skýrt af allra hálfu. Við ætlum að takast á þessu verkefni og reyna að gera þetta vel. Vegna tillögu Þrasta Jónssonar sveitarstjórnar fulltrúa þá ætla ég nú að segja það ég ætla nú að samþykkja þá tillögu sem lögðu fram hér í upphafi og þar með ekki þá tillögu sem að Þröstur Jónsson lagði til. Ég held að það sé mikilvægt að við missum ekki sjónar á því hver er gerandinn í þessum atburðum. Af því það er alveg ljóst að það er ein ríkisstjórn, það er einn þjóðarleiðtogi sem að tekur ákvörðun að hefja innrás. Það var engin nauðsyn á því. Þannig að það er bara einn gerandi og ég held að við séum farin að þekkja þessa umræðu ágætlega. Hugtök eins og gerenda ábyrgð
þolenda skömmun. Ég held að við ættum að hafa það aðeins í huga í þessar umræðu líka. Það gerandi í þessum atburðum. Og svo tillaga sem að hér lögð fram, eða var lögð fram hér í upphafi, hún snýr einmitt að því að snúa skömminni á gerandann og tala tæpitungulaust það. Sem að ég held að sé mikilvægt. Það má auðvitað spyrja sig að því, af hverju sveitarfélög á Íslandi og reyndar mjög margir aðrir aðilar eru að álykta í þessum efnum. Við erum svo sem almennt ekki að fjalla utanríkismál, það alveg rétt. Og höfum ekki endilega gert það í öðrum tilfellum. En ég vil bara árétta það að þessir atburðir eiga sér vart fordæmi svo áratugum skiptir. Því þó að það hafi verið stríð og ýmislegt, þetta gengur svo mikið lengra það sem að gerast þarna. Að senda her yfir landamæri nágrannaríkis með þann yfirlýsta tilgang að hertaka höfuðborg ríkisins og fæla í burtu lýðræðislega kjörin stjórnvöld. Þetta miklu alvarlegra heldur en við höfum séð, og það skrítið að segja þetta, vegna þess að þetta stríð alltaf alvarlegt og hernaðarátök alltaf alvarlegt. En þetta bara á stigi fyrir ofan það sem við höfum séð. Og viðbrögðin markast af því. Og það hversu viðbrögðin þurfa að vera í samræmi við atburðina. Og atburður þessar stærðargráðu þau réttlæta það í mínum huga að, sveitarfélög á Íslandi taki skýra afstöðu. Takk fyrir þetta, Stefán. Sveitarstjórnarfulltrúi Kristjana Sigurðardóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Já, takk forseti og aðrir fundarmenn. Ég langar, þetta bara svo að tala á mínu brjósti, Stefán Bogi Sveinsson, sveitarstjórnarfulltrúi. Ég mjög sammála þér í öllu sem þú varst að segja. Því að ég kem til að styðja tillöguna sem liggur fyrir og mig langar jafnframt að segja það að ég sorgmætt yfir því að vinnan hjá nefndinni ekki komin lengra á veg með að það hálft ár síðan að þetta var samþykkt, þó svo að það hefði verið fullt að gera, þá hefði verið hægt að koma þess á koppinn fyrr, þannig að þetta starf væri komið eitthvað áleiðis. Og eins og það hefur komið fram þá eru flóttamenn komnir hingað austur og ég veit að félagsmálafulltrúi hefur tekið á því og þau eru að fá þau aðstöðu sem núna, liggur fyrir hjá þeim núna. Þannig að og það gleðilegt fyrir mitt hjarta. Því að ef það eitthvað sem hefur kennt okkur í gegnum söguna að stríð aldrei lausn á neinu máli. Þannig að ég harma þetta. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Kristjana. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Vilhjálmur. Já, takk forseti og fundarmenn. Þetta nú ágætis umræða sem búin að vera og ég tek bara undir þessi sjónarmið sem hafa komið fram. Ég held þessi skipti máli í þessu tiltekna atriði og þessum tilteknu átökum sem þarna núna. Þetta annars eðlisheldur en kannski við höfum verið að horfa upp á víða áður. Þetta landvinningarstríð líka og sem leiðir af sér þessar hörmungar. Aðeins starfshópinn og þetta starf sem að sveitarstjórnin var búin að setja af stað, þá var það ekki fyrir sér að við værum með þetta vandamál eða verkefni í höndunum á þessum tíma. Þannig að ég held að það sé ekki hægt að halda því fram að þetta hefur beinst frekar að einhverjum ákveðnum hópum en frekar en öðrum. Þá vorum við að undirbúa þess að meta innviðina hjá okkur og hvað við þyrftum að gera til þess að geta tekið á móti og snerist kannski frekar að þeim sem voru að sækja varanlega búsetu. Maður er að vona að þetta kom ekki til þess í þessum tilvikum að þetta fólk geti snúið til síns heima sem manni finnst svona að það sem maður hefur séð vera hugur þessa fólks og þetta líti ekki vel út í dag. En ég held að við höfum verið á réttri leið þessu þó þetta hafi tekið tíma. Þetta eru svona bara atburðir sem gerast og færa eins og hefur komið fram. Færa þetta bara beint til okkar. Eitt sem ég vil kannski sérstaklega nefna bara og þetta vandasamt ástand og vandasami tímar sem eru núna og það er umfjöllun við með fólk frá báðum þjóðum og þetta við yfirvöld í þessum löndum að sakast en ekki
ekki þá sem hinn almenna borgar, og ég held að sé mjög mikilvægt að þessu verði gætt bæði í umfjöllun og orðræðu, bæði í okkar sveitarfélagi og í raun og veru í landinu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Vilhjálmur. Orðið laust. Forseti hyggst taka til máls og biður fyrsta varaforseta að taka við stjórn fundarins. Já, mælendaskrán opin og Gauti Jóhannesson, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti, gott fundarfólk. Það hafa nokkrir sveitarstjórnarfulltrúar hér haft orð á því hvers vegna við erum núna að taka afstöðu í þessu máli sem að strangt til tekið náttúrulega utanríkismál og það má í því skyni velta fyrir sér hverju við teljum okkur koma til leiðar með því að taka þátt í umræðinu með svona afgerandi hætti. Stutta svarið náttúrulega að sveitarstjórnin að taka undir með stjórnsambands Íslenska sveitarfélagi sem að samþykkti og fundi sínum þarna 25. febrúar að taka undir yfirlýsingu Evrópusamtaka sveitarfélaga að evrópskir sveitarstjórnarmenn fordæmi brot á sjálfstæði og sjálfræði Úkraínu eins og því lýst og lýsi við stuðningi og samstöðu með sveitarfélögum í Úkraínu og íbúum þeirra. Og stjórn sambandsins hvatti jafnframt kjörna fulltrúa í íslenskum sveitarfélögum til að undirrita þessa sömu yfirlýsingu og bókun sveitarstjórnar, hún náttúrulega bara í samræmi við bókun sambandsins og þeirra sveitarfélagar sem hafa látið sig varða fram að þessu. Ég lít svo á að með þessari bókun þá sé sveitarstjórnar leggja sitt af mörkum í þeim aðgerðum sem að alþjóðasamfélagið hefur gripið til gegn yfirvöldum í Rússlandi og vonandi leiða þessi viðbrögð alþjóða samfélagsins til þess að friður komist á í Úkraínu fyrr en seinna. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur gert það umtalsefni að eins og ég held að sveitarstjórnarfulltrúin hafi orðað að alþjóðasamfélagið sjálft sem að bregðast við sé ekki alsaklaust sjálft og það alveg rétt. Víða heim þá eiga sér stað og hafa átt sér stað atburðir sem eiga það skilið að þeim sé veitt athygli og það gagnrýnt. Það breytir ekki því eins og sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson kom inn á að við erum hér að ræða dálítið afmarkaða tilvik þar sem skýlustu verða að brjóta á sjálfstæði úkraínsku þjóðarinnar og slíkt kallar á viðbrögð og þá bókun eins og við erum að fjalla hér. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur líka beint athyglinni að því eins og sveitarstjórnarfulltrúin kom inn á áðan ögrunum gagnvart Rússlandi svo sem að með því að gefa Úkrænumönnum vilyrði hugsanlega inngöngu í NATO og Evrópusambandið þá hafi Rússum verið ögrað og þar með verið æst til stríðs. Og í þessu sambandi hlýtur maður að hugsa ef að það nægir að sjálfstætt fullvaldaríki íhugi að taka þátt í fjölþjóðasamstarfi hvort heldur að ræða NATO eða Evrópusambandið. Í þessu tilviki til að réttlæta að nágrannaríki sama hvert það geri innrás, þá erum við komin á einhvern mjög erfiðan stað. Í því sambandi rétt að benda á að Úkraína sjálfburðaríki og til hvaða ráðstafana og í hvaða hópa, samtök eða fylkingar þeir vilja skipa sér. Það ekki með nokkru einasta móti hægt að réttlæta það sem hefur gerst hér núna með því að einhverjum öðrum kunni mögulega standa ógna því. Í því felst grundvallar réttur þjóða að ákveða í hvaða selskap þær kjósa að vera. Og ég mun styðja þessa bókun sem hér liggur frammi. Takk. Já, Gauti Jóhannesson hefur lokið máli sínu. Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur beðið orðið og leið og ég gef honum orðið þá afhendi ég forseta aftur stjórnfundarins. Gjörðu svo vel.
Já, forseti, gott fundafólk, sko, í grunninn erum við alveg algjörlega sammála, sko, og það sem að forseti nefndi hér áðan er hárrétt. Það er alveg hárrétt. Það bara því miður, þá heimurinn svo slæmur og þarna eru svona landfræðilegar aðstæður þar sem að erum að tala ríki sem alveg ofan í, já, menn geta kallað harðstjórnarríki eða hvað menn vilja og þar hafa menn blessunarlega í gegnum, já, síðan ég man eftir mér þegar svona aðstæður eru uppi, reynt að lempa málin eins og hægt einmitt til þess að sko svona menn eins og stjórnendur í Rússlandi fari ekki út í þær aðgerðir sem hafa nú gert og það dugar að nefna aðrar heitar kartöflur í því, Taívan fyrir utan Kína, já, við getum líka bara hér það skeið þegar ég var sko með bleiu, sko, Kúbudeilan, það stóð nú tæft þá en menn náðu að lempa og það það sem ég að benda á að mér finnst alþjóðasamfélagið okkar, það hefur ekki haft gæfu til þess að lempa til hlutana, heldur þrýsti meira á þangað til að bólan sprakk. Svo getum við deilt það hvort það sé ástæða til að láta bóluna springa eða ekki, hún bara sprakk vegna þess að svona stjórnvöld eru í Rússlandi. Stefán Bogi, sveitarstjórnarfulltrúi, var með hér tölu áðan og ég tek bara undir fyrri hlutan á henni, bara alveg heilshugar. Þetta stendur okkur nær, þetta fólk stendur okkur nær, það Úkraínumenn og fólk að þessu svæði í sveitafélaginu og ég bara tek heilshugar undir það sem hann sagði. Ég finnst að það er ekkert að endurtaka það út af hverju en ég ekki alveg svona, sömu kannski sýna það hver gerandinn mér finnst sko menn verði aðeins að líta í einbann hvað það varðar sem ég hef lýst hér á undan en þar með ætla ég ekki að réttlæta það að sem sagt einn af gerandunum þá eða aðalgerandinn sem eru stjórnendur í Rússlandi þann gjörning sem þau gjörðu, ég réttlæti það ekki og ég fordæmi hann, það er alveg klárt. En maður bara stundum þegar svona kemur upp þá maður fyllist þvílíku vonleysi og það er alveg rétt að ég hef velt fyrir mér hver tilgangurinn með þessa bókun og hver yfirhöfuð tilgangurinn með því að sveitafélög og jafnvel evrópsk sveitafélög eru að vasast þetta. Er það til þess að koma einhver höggi á rússnesk stjórnvöld eða er það til þess að reyna að lempa hlutina niður og lægja öldurnar þannig að fólk sé ekki þarna sko við þær skelfilegu aðstæður sem eru núna og koma því friði á sem allra fyrst. Og bara í vonleysu mínu sko, ég vonaði móðgi engan sko, en mér langar til með leyfi forseta að lesa hér upp 47. Davíðssálm 10. versi sko. Hann stöðvar stríð til endimarka jarðar, brýtur bogann, mölvar spjótið, brennir skild í eldi, hættið og játið að ég Guð, hafinn yfir þjóðir, upphafinn á jörðu. Mér finnst það bara viðægandi orð og bara nauðsynleg í ljós þess og bara þakka fyrir. Takk fyrir þetta Þröstur, orðið laust. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs utan sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir sem gerir það nú öðru sinni. Gjörðu svo vel, Hildur. Já, takk fyrir þetta. Bara góð umræða þetta mál. Langar aðeins að bregðast í því sem að Þröstur kom hér inn á af hverju við erum að leggja fram þessa bókun og af hverju sveitarstjórnir eru að gera það víðsvegar um land. Það vegna þess að við erum með rödd sem við eigum að nota þegar við líka ofbeldi og kúgun á sér stað. Þá eiga allir sem við ætlum ekki geta valdið að nota sína rödd. Því þetta náttúrulega eitthvað sem við getum ekki liðið á 21. öldinni. Það sem að samtal, samræða og sameiginlegar málamiðlanir eiga sér stað, ekki ofbeldi, stríð og morð á saklausu fólki. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Hildur. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs undir þessum lið. Það liggja 2 tillögur til afgreiðslu. Annars vegar tillagan sem lögð var fram fyrst og síðan tillaga frá sveitarstjórnarfulltrúa Þresti Jónsssyni. Hún verður borin upp fyrst. Hún eftirfarandi. Sveitarstjórn Múlaþings harmar stríðsástand í Úkraínu sem og annars staðar í heiminum og lýsir yfir samkennd og samhug með almennum borgurum þar sem og annars staðar.
sem þurfa að búa við ofbeldi og yfirgang stjórnvalda innlendra sem erlendra. Sveitarstjórn Múlaþings hvetur alla deilaaðila til að leggja niður vopn og setjast á samningaborði, hlusta á kröfur hvers annars með hag og öryggi almennra borgara að leiðarljósi. Sveitarstjórn Múlaþings lýsir sig reiðubúna til að greiða götu fólks á flótta en leggur til að vanda sér til verka þannig að fjármuni nýti sem best í stuðningi við flóttafólkið. Og ég vil bera þessa tillögu undir fundin þeir sem eru henni sammála vinslaðarsbænum að gefa merki. Það er 1, það eru 2 sem eru... Afsakið, forseti, ég misheyrði, ég hélt að við værum ekki að taka afstöðu til tillögu sem lægir frá fundinum. Afsakið. Nei, þeir fyrir ekki við það. Það er þá 1 sem hefur samþykkt, þeir sem eru á móti vinslaðarsgefið merki. Ég tel 9 á móti. Er einhver sem vil bóka hjásetu? Það eru þá 9 og hún er þá felld með 9 atkvæðum gegn 1. Ef þetta hefði verið tillagan meirihlutans, þá hefði ég samþykkt hana. Þetta er ekki, í mínum huga ekkert verið tillagan hinn, en ég, já, það snýrst bara það. Þú setur hjá sem sagt? Já. Þá færum við það til bókar. Hún er þá felld með 9 atkvæðum gegn og 1 setur hjá. Þá er komið að fyrri tillögunni sem er eftirfarandi. Sveitarstjórn Múlaþings fordæmir harðlega innrás Rússa í Úkraínu og brot þeirra á sjálfstæði og sjálfræði þjóðarinnar. Sveitarstjórn lýsir yfir fullum stuðningi við úkraínsku þjóðina og þær aðgerðir alþjóðasamfélagið hefur gripið til gegn yfirvöldum í Rússlandi. Sveitarstjórn Múlaþings lýsir sig reiðubúna til að koma að aðstoð við fólk á flótta og tekur einróma undir yfirlýsingu Evrópusamtaka sveitarfélaga. Þeir sem eru þessi samþykkir vinslaðarsbænum að gefa merki. Það eru 10 sem eru þessu samþykkir, einhver á móti. Greiðir engin atkvæði á móti. Hún er samsett þá með 10 atkvæðum og viltu að við bókum hjásetu? Þröstu, gjörðu svo vel. Já, það var nákvæmlega sama og Helgi var með þannig. Ég vil bóka hjásetu við þessu tillögu. Takk fyrir það. Tillagan er þá samþykkt með 10 atkvæðum, 1 situr hjá. Við erum þá komin að lið 7 í dagskránni sem er reglur fjárhagsaðstoð. Þetta er lagt fram til kynningar. Það liggur fyrir bókun frá fundi fjölskylduráðs dagsett 22. febrúar 2022 þar sem samþykkt er hækkun á framfærslugrunni í samræmi við 16. grein regluna fjárhagsaðstoð hjá félagsþjónustu Múlaþings. Þetta er lagt fram til kynningar. Kveðið sér engin hljóðs, þá held ég áfram til að lið 8. Reglur sérstakan húsnæðisstuðning. Fyrir liggur bókun frá fundi fjölskylduráðs dagsett 22. febrúar 2022 þar sem samþykkt er að 7. og 8. grein regluna sérstakan húsnæðisstuðning hjá Múlaþingi breytist í samræmi við leiðbeiningar félagsmálaráðuneytisins sem birtar voru á vef ráðuneytisins 10. september 2021 og eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundunum. Sveitarstjórn Múlaþings staðfestir samþykkt fjölskylduráðs varðandi það að 7. og 8. grein reglna sérstakan húsnæðisstuðning hjá Múlaþingi breytist í samræmi við fyrirliggjandi leiðbeiningar félagsmálaráðuneytisins. Félagsmálastjóra falið að sjá til þess að unnið verði samkvæmt uppfærðum reglum. Orðið er laust undir þessum lið. Kveðið sér engin hljóðs. Geri engin við það athugasemdir, þá lít ég svo á að þetta sé samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu. Og við erum þá komin að lið 9 sem eru reglur Múlaþings stuðningsfjölskyldur. Það liggur fyrir bókun frá fundi fjölskylduráðs dagsett 22. febrúar 2022 þar sem samþykktar voru endurskoðaðar reglur Múlaþings stuðningsfjölskyldur og eftirfarandi tillaga liggur frammi. Sveitarstjórn Múlaþings staðfestir samþykkt fjölskylduráðs varðandi endurskoðaðar reglur Múlaþings stuðningsfjölskyldur. Félagsmálastjóra falið að sjá til þess að unnið verði samkvæmt endurskoðuðum reglum. Orðið er laust undir þessum lið. Kveður sér engin hljóðs.
tillagan liggur frammi og geri enginn við það athugasemdir, þá lít ég svo á að hún sé samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu. Það verður fellt til bókar á þann veg. Við erum komin að liði 10, reglur hæfingu og iðju fyrir fatlað fólk hjá Múlaþingi. Fyrir liggur bókun frá fundi fjölskylduráðs dagsett 22. febrúar 2022, þar sem samþykktar voru endurskoðaðar reglur hæfingu og iðju fyrir fatlað fólk hjá Múlaþingi og eftirfarandi tillaga liggur frammi. Sveitarstjórn Múlaþings staðfestir samþykkt fjölskylduráðs varðandi endurskoðaðar reglur hæfingu og iðju fyrir fatlað fólk hjá Múlaþingi. Félagsmálastjóra falið að sjá til þess að unnið verði samkvæmt endurskoðuðum reglum. Orðið laust undir þessum lið. Það kveður sér engin hljóðs og ger engin við það athugasemdir. Þá legg ég tillöguna fyrir fundin og hreyfi enginn við því andmælum. Þá lít ég svo á að tillagan sé samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu. Svo erum við komin að lið 11, aðalfundur Héraðsskjalasafns Austfirðinga. Það liggur fyrir uppfærður stofnsamningur Héraðsskjalasafns Austfirðinga til síðari umræðu í sveitarstjórn og eftirfarandi tillaga liggur frammi. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi uppfærðan stofnsamning Héraðsskjalasafns Austfirðinga. Skrifstofustjóra falið að koma afgreiðslu málsins á framfæri við forstöðumann Héraðsskjalasafnsins. Orðið laust undir þessum lið. Það kveður sér engin ljós, ger engin við það athugasemdir, þá lít ég svo á að þetta sé samhljóða án atkvæðagreiðslu og þá erum við komin að lið 12 sem eru skýrslur heimastjórna og fyrstum gef ég orðið sveitarstjórnarfulltrúa Eyþóri Stefánsssyni, formanni heimastjórnar á Borgarfirði. Gjörðu svo vel, Eyþór. Já, takk, forseti og annað hundafólk. Frá síðasta fundi sveitarstjórnar hefur ekki verið haldinn heimastjórnarfundur hjá heimastjórn Borgarfjarðar. Það hins vegar fyrirhugaður fundur á morgun. Hins vegar hittum við hluti heimastjórnar hitti fulltrúa frá siglingasviði Vegagerðarinnar. Þeir komu 2 á Borgarfjörð þar sem farið var yfir fyrirhugaðar framkvæmdir í höfninni. Það stendur ýmislegt til. Upprunaleg plön gerðu ráð fyrir að næsti áfangi þessa verks fælist í innsiglingarinnar, fjarlægingu sýslumannsbóðans sem í innsiglingunni og lenging Skarfaskjaldsskarðs 10 metra og setja þar tunnu á endan. Í kjölfarið ætti að koma svo fyrir nýrri Löndunarbryggju til móts við Hafnarhúsið, þar sem núna olíutankur og ruslagámur. Stytta Löndunarbryggjuna núverandi, svo lengja mætti viðlegupláss fyrir báta á móti henni í 8 tunnunni sem núna í höfninni. Ég vona að einhverjir skilji hvað ég hafi verið að segja. En það sem kom fram á þessu fundi með Vegagerðinni var að það eru líkönin sem Vegagerðin er búin að vinna benda til þess að það þurfi ekki að lengja Skarfaskjaldsskarðinn og það fundið út með því að þeir reikna út ölduhæð í höfninni og sem sagt sogið. Það virðist vera að það þurfi ekki að lengja Skarfaskjaldsskarðinn og þá gætu mögulega aðrir verkþættir komið fyrr á planið en sú lenging. Nóg það, svo var ég að átta mig á því að eftir fund morgundagsins hjá mér, eða hjá okkur í heimastjórninni, þá eru einungis 2 fundir heimastjórna eftir þangað til ný sveitarstjórn tekur við. Og ég fór að hugsa hvaða verkefni það væri sem að ég persónulega og ég held að ég mæli fyrir munn hinna í heimastjórninni þegar ég segi hvaða verkefni við þyrftum nú að ganga frá áður en eða skilja við í einhvers konar farvegi áður en þessu kjörtímabili lýkur. Og það eru 3 verkefni sem ég punktaði hjá mér. Það annars vegar varðandi áframhald brothætta byggðaverkefnisins
Nú fyrirhugað slútt á því verkefni með loka íbúafundi, ef ég man dagsetninguna rétt, 17. mars. Og það var ekki komið, þurfum svona að fara að sjá hvernig við ætlum að halda áfram með það verkefni. Við ætlum að sækja byggðakvóta á Borgarfjörð sem skrifast nú að stærstu leyti á sjálfa mig að vera ekki komið með lengra í ferlinu. Og svo erum við að þurfum að fara að huga að mögulegri gjaldtöku í Hafnarhólmanum. Þetta eru svona þessi 3 mál sem ég man eftir í augnablikinu að mér langi til þess að koma í farveg áður en að kjörtímabilinu lýkur. En þau eru eflaust fleiri. Í öðrum fréttum langaði mig til að segja eitthvað frá því að Borgfirðingar stofnuðu Facebook-hóp mögulega móttöku flóttamanna frá Úkraínu og Borgarfirði eystra. Ég held að hvergi í Múlaþingi sé jafn hátt hlutfall íbúa sem eigi tengar við Úkraínu og hugum hans óhjákvæmilega hjá þeim þessar vikurnar. Ég veit að forsprakar þessa Facebook-hóps hafa sett sig í samband við Júlíu Sæmundsdóttur félagsmálastjóra, svo þessar hugmyndir rati inn á borð starfshópsins móttöku flóttafólks á Múlaþingi. En það ekki annað að greina miðað við hvernig menn ræða þarna að það sé alvara þarna að baki. Að lokum langar mig að nefna þær gleðifregnir sem bárust 1. mars síðastliðinn, en þá undirritaði sjávarútvegsráðherra reglugerð varanlega lokun skápsins. Heimastjórn svo sannarlega búin að vera með puttan í þessu máli og þetta búið að taka marga áratugi að komast á ná þessum áfanga og ég svo heppinn að fá að mögulega geta montað með þessu að vera við stýrið í heimastjórn þegar þetta næst, en það bara ótal margir aðilar sem að bera að þakka vinnu við þetta og þar eru 2 sem sitja hér sem hafa verið sátt áður í hreppsnefnd Borgarfjarðar sem langar líka til þess að nefna því að þetta búið að vera löng barátta og þetta sýnir okkur hér í Múlaþingi að heimastjórnina geta sannarlega haft áhrif og við eigum að vera stolt af þessum heimastjórnum, finnst mér allavega. Ég ætla ekki að hafa það lengra í bili. En það erfitt að tala mikið meira þegar hefur ekki einu sinni verið haldið fundir frá síðasta sveitarstjórnarfundi. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór. Þá komið að formanni heimastjórnar á Djúpavogi. Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Já, þessar. Heyrist í mér eða? Já, ég ætla nú að tala örugglega styttra en Eyþór og samt heldum við eru 3 fundir undir. Ég ætla að taka hérna, bera niður í lið frá á fundi hjá okkur 7. febrúar, snjóhreinsun á Öxi. Heimastjórn lýsir yfir miklum vonbrigðum með takmarkaða vetrarþjónustu á Axarvegi í vetur. Snjólétt hefur verið og því lítið mál að halda veginum meira opnum en raun ber vitni. Þetta 7. febrúar, þannig að það búið að vera snjóakafli á milli. Enn eru nokkur ára bið eftir nýjum vegi og ásættanlegt að ekki komi vetrarþjónusta á veginn fram að því að nýr vegur verði tekinn í notkun. Heimastjórn skorar á samgönguyfirvöld og Vegagerðina að tryggja fjármagn í opnun vegarins yfir vetrartímann. Í ljósi aðstæðna beinir heimastjórn því til sveitarstjórnar að hefja viðræður við samgönguyfirvöld fjármögnun á vetrarþjónustu og tryggja fasta ruðningsdaga á Axarvegi næsta haust. Það búið að vera mjög lítill snjór á Öxi þangað til að óveðrakaflinn byrjaði fyrir 3-4 vikum og mér skilst að það sé ekki mikill snjór á honum en núna aftur sé 2. mars stóð heimastjórn á Djúpavogi fyrir íbúafundi það sem framöndan og sérstaklega framkvæmdir á staðnum. Björn Ingimarsson, Hugrún Hjálmarsdóttir og Aðalsteinn Þórhallsson voru gestir fundarins og fóru yfir það
sem gert hefur verið og ekki síður hvað áætlað að gera á næstunni. 60 manns mættu á fundin í Hótel Framtíð og 30-40 fylgdust með í beinu streymi. Það var greinilegt á fundinum að það var orðinn þorsti í samfélaginu eftir upplýsingum og samráði við íbúa og dregið þá ályktun að heimastjórnin ætti að funda oftar með íbúum og vera í meira samtali við þá. Við funduðum svo á mánudaginn, svo fundagerð ekki hér undir. Þar var farið yfir ýmis mál, meðal annars fundar húsakapalinn, hvað við sæjum fyrir okkur í hvaða húsi hjá Djúpavegi. Þetta samtal sem þarf að komast, sem að eiga sér stað og þarf að vera dálítið opið tel ég við samtal við íbúana líka. Þeirra held ég að við funduðum þennan dag, við funduðum líka með búlandstindsmönnum og fórum yfir þeirra hugmyndir á framtíðinni. Áttum þar uppbyggilegt spjall og heiðarleg skoðanaskipti. Og já, ég held að þetta sé bara komið hjá mér í bili. Takk fyrir þetta Helgi. Þá komið að formanni heimastjórnar á Fljótsdalshéraði, Vilhjálmur Jónsson, gjörðu svo vel. Og takk fyrir fundarstjóra og ágæta fundafólk. Heimastjórn Fljótsdalshéraðs fundaði mánudaginn 7. mars, það var 19. fundur heimastjórnarinnar og það voru 6 mál tekin fyrir á fundinum. Það eru svona kannski 2 þeirra sem ég ætla að gera sérstaklega grein fyrir. Það er annars vegar tillaga starfshóps sem var kynnt á fundinum, starfshóps úthéraðsverkefni, kynningafundum verkefni og stöðu þess og það er stefnt á honum 7. apríl næstkomandi vegna COVID-faraldur sem hefur dregist af kynningu hafi orðið. Við hefur verið að verkefnin á vegum Fljótsdalshéraðs og síðan Múlaþings og tilgangur verkefnisins var að vinna tillögur hvernig mætti gera úthéraða áfangastað ferðamann og bæta búsetuskilyrði á svæðinu og eins og þið munið þá frestaði heimastjórnin tilnefningu í starfshópinn að hafa hætt 2 af 4 sem voru í starfshópnum og miðað við að vera skipað í hana eftir þennan fund. Nú síðan mál sem varðar deiliskipulag fyrir akstursíðutasvæðin til Skagafelli á Eyvindarárdal og þar var tillaga fyrir frá umhverfis- og framkvæmdaráðum að samhliða breyting á aðalskipulagi yrði unnið að deiliskipulagi sem var samþykkt á fundinum, en það sem kannski er nýtt í málinu er það að það liggur fyrir að fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur hafnað fyrirliggjandi hugmyndum ríkiseign og Múlaþings samning Vallanes afrétt sem var grundvöllur skipulagsgerðarinnar og svona virðist liggja fyrir í málinu að ríkiseignir hafi ekki verið búin að sækja umboð til ráðuneytisins til þess að gera þetta, en það sem virðist hafa eins áhrif í málinu er sem sagt krafan út af þjóðlendum. En ég held að það sé bara gott að upplýsa það og síðan svona hafa verið þreifinga við ráðuneytið ástæðunar og það er verið staðfestar með að þetta snýr að þessum þjóðlendumálum. En bara annars vísast í fundagerð heimastjórnarinnar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Vilhjálmur. Þá komið að formanni heimastjórnar á Seyðisfirði, Berglind Harpa Svavarsdóttir, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Forseti, góðir fundamenn. Ég ætla að fara hér yfir, það er 1 fundur sem hefur verið haldinn hjá heimastjórn Seyðisfjarðar frá síðasta fundi og það voru 3 liðir á dagskrá. Það var innsent erindi varðandi knatthús á Seyðisfirði. Það voru áhugasamir aðilar sem vilja byggja upp knatthús á Seyðisfirði og þetta erindi var kynnt umhverfis- og framkvæmdaráði í febrúar og það var kallað eftir viðbrögðum við þessari hugmynd meðal annars frá heimastjórn Seyðisfjarðar. Heimastjórn Seyðisfjarðar þakkar þetta innsenda erindi og áhuga þeirra á framtíð knattspyrnu á Seyðisfirði. Heimastjórn leggur til að nýtingartími á núverandi
sparkvelli verði lengdur með því að nýta hitakerfi sem í honum er. Þetta knatthús, í rauninni eins og myndinni bara sem tillega, þá það akkurat þar sem sparkvellurinn en það hitakerfi sem hefur ekki verið notað á sparkvellin sem þar, sem heimastjórn ýtir undir að verði þá nýtt til þess að koma honum í betri nýtni. Jafnframt bendir heimastjórn á að íþróttahúsið sé vannýtt þar sem iðkendur séu fáir og erfiðlega hefur gengið að fá þjálfara. En heimastjórn áréttar einmitt að í aðalskipulagi gert ráð fyrir fótboltavelli í framtíðinni sem þurfi að stefna að. En vilji hópur áhugasamra standa að fjármögnun og byggingu knatthúsi þá því auðvitað vel tekið. Annar liðurinn var umsagnarbeiðni, breyting á lögum stjórn fiskveiða. Þetta var lagt fram til kynningar og vorum bara samþykkt þessu. Og svo var það þriðji liðurinn, það var innsent erindi frá Vá félagi verndun fjarðar varðandi 10.000 tonna fiskeldi í Seyðisfirði. Það voru umræður náttúrulega á fundinum og í kjölfar umræðuna þá komu fram 2 bókanir. Fyrri bókunin var lögð fram af mér og Ólafi Sigurðssyni og hún hljómar þannig. Heimastjórn vísar erindi frá Vá félagi vernd fjarðar varðandi Faris 1 sæstrenginn til faglegrar umræðu og afgreiðslu umhverfis- og framkvæmdaráðs. Heimastjórn fagnar nýafstöðnum upplýsingu og kynningafundi á vegum fiskeldi Austfjarða áformað fiskeldi í Seyðisfirði. Gríðarlega atvinnutækifæri fylgja mögulega eldi sem ekki hægt að horfa framhjá og skoða verður af ábyrgð þau tækifæri sem skapast fyrir Seyðisfjörð. Mikilvægt að fiskeldi Austfjarða vinni vel með samfélaginu og sinni þeirri nauðsynlegu upplýsingagjöf sem hefur vantað hingað til. Seinni bókunin lögð fram af Rúnari Gunnarsssyni. Rúnar Gunnarsson, fulltrúi heimastjórnar Seyðisfjarðar, óskar eftir skýrum svörum með rökstuðningi frá sveitarstjórn Múlaþings varðandi þá þætti snúa að eldissvæðum í Sörlastaðavík og Selstaðavík. Þar sem það fer ekki saman við þau viðmið sem gilda helgunarsvæði Faris 1 sæstrengsins og siglingaleiða fjörðinn, samanber álit Skipulagsstofnunar. Ljóst að helgunarsvæði Faris 1 sæstrengsins samkvæmt fjarskiptalögum mílu fjórðungsbelti hvorum megin við strenginn og því lítið svigrúm fyrir uppsetningu eldiskvía og þarf því að tryggja að fjarskiptalög verði ekki brotin. Samkvæmt umsögn Vegagerðarinnar ábyrgð á öryggi innan hafnarsvæðis í höndum hafnaryfirvalda og þar með hlutverk hafnarinnar að tryggja að farið sé eftir lögum. Þetta var semst bókun hans Rúnars, þá hef ég farið yfir þessar 2 bókunir og það var ekki fleira tekið fyrir á fundinum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Berglind. Þá komið að liðum 13 til 24. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Áksinsson hefur beðið orðið. Já, ég veit ekki, forseti, má ég taka til máls undir liðnum sem var verið að fara yfir? Heimastjórnar. Það hefur ekki tíðkast á sveitarstjórnarfundum, nei. Það er ekki tíðkast. Að það sé tekið til máls undir skýrslum heimastjórna. Það hins vegar þannig að fundagerðirnar sem ræðir eru yfirleitt tilgreindar í gögnum. Ég hins vegar rak augun í það að í fundarboði fundargerðin og nú leiðréttiði mig ef ég hef rangt fyrir mér. Fundargerðin sem farið yfir rétt í þessu, hún ekki með gögnunum ef ég sé þetta rétt. Þú getur kannski eitthvað staðfest það með mér? Já, ég get staðfest það. Ég fór yfir síðasta af því að verklagi hefur verið hingað til að formenn hafa verið að fjalla síðasta fund þráttur að liggi ekki fyrir fundinum. Þannig að síðasta fundagerð sem fór yfir á síðasta fundi, hún liggur núna fyrir fundinum. Þannig að sú sem fór yfir núna, hún liggur þá fyrir næsta sveitarstjórnarfundi en ég vildi koma inn á þennan fund. Ég kýs þá að líta þannig á að umrædd fundargerð verður með fundargögnum fyrir næsta fund og þá getur sveitarstjórnarfólk tekið það til umræðu. En við höldum þá dagskrá áfram og við erum komin að liðum 13 til 24 sem eru fundargerðir
og eins og áður þá vil ég biðja fólk sveitarstjórnarfólk að nefna hvaða lið það vill taka til máls undir og hvaða liður í hverri fundargerð er að ræða. En orðið er laust undir liðum 13 til 24. Á ég að líta svo á, Helgi Hlynur, að þú sett enn uppi með hendi eða? Orðið er laust undir þessum liðum. Það kveður sér engin hljóðs utan sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson. Gjörðu svo vel, Þröstur. Takk, forseti. Fundarfólk, þetta varðar 18. lið umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings. Þar 48. fundur, þar undir annar liður aðalskipulagsbreyting Egilsstaðir íþróttasvæði. Ég var aðeins að skoða þetta og ég var mjög hrifinn allavega upp af þessum hugmyndum að þarna yrði skipulagt íþróttasvæði niður af menntaskólanum og jafnvel einhvað inn með undir klettunum á kirkjunni og inn á þarna sem að dyngja og þar. Nú það svo að þarna kemur fram að bæði félag eldri borgara og menntaskólinn á Egilsstöðum hafa sent inn athugasemdir sem eru kannski ekki neikvæðar en þær eru athugasemdir engu að síður og valda með svona svolítið vangaveltum með það hvort þetta sé í rauninni rétti staðurinn vegna þess að ég skil mjög sjónarmiðin sem koma fram í báðum. Í fyrsta lagi telur menntaskólinn að sér þrengt með framtíðarbyggingaland og rauninni eldri borgarar það sama hvað varðar uppbygging á íbúðum fyrir eldri borgarar sem að þeir skiljanlega vilja hafa þarna í nágrenni við heilbrigðisþjónustuna og dyngju. Þannig að kannski svona óformlega þá beini spurningu til formanns umhverfis- og framkvæmdaráðs. Hver sýn hans eða nefndarinnar eða hver staðan með tilliti til þessara athugasemda, hvort að þetta einhvern veginn slái þetta út á borðinu eða þrengja þessu eða erum við að horfa á eitthvað svona svo í sletti, konflikt koma upp á. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson bregst við. Gjörðu svo vel, Stefán. Já, forseti og ágæta fundarfólk. Það í tilefni af fyrirspurn Þrastar Jónssonar sveitarstjórnarfulltrúa. Það má kannski segja að það fyrir svolítið ólíkar, eða það komið svolítið ólíka á áttum þessar athugasemdir. Annars vegar er það frá menntaskólanum á Egilsstöðum sem náttúrulega fyrst og fremst bendir réttilega á það að það skipulagssvæði sem var verið að leggja upp með í þessu skipulagslýsingu, það nær inn á núverandi lóð menntaskólans. Og þetta er okkur ekki tíðindi í sjálfu sér, við vitum þetta alveg. Og það er alveg ljóst að ef á að verða af uppbyggingu á þeim svæðum sem teygja sig inn á núverandi lóð menntaskólans, þá þarf að setjast niður með ríkinu og semja þá það með þá og hugsanlega þá bara einfaldlega með breytingu á lóðmörkum og svo framvegis. Það í gildi deiliskipulag fyrir menntaskólalóðina og hægt að skoða það og árekstur þessar áforma og svo aftur þess sem að þarna kemur fram í þessari skipulagslýsingu að mínu mati minniháttar eða það að segja, kannski minniháttar, en við getum sagt að ef á að verða af öllum þeim stækkunar hugmyndum sem eru á því deiliskipulagi fyrir menntaskólalóðina, það bara mjög langt í það og jafnvel þó að þetta svæði sem að þarna lagt upp með tekið undir einhvers konar íþróttastarfsemi, þá samt mikið pláss eftir fyrir stækkun á menntaskólanum. Það rauninni í minnsta kosti 2 áttir. Þannig eða öllu heldur stækkun á núverandi kennsluhúsi menntaskólans og svo þriðju byggingunni, má segja. Þannig að það ég held þessi áform, þessar athugasemdir sem að koma frá menntaskólanum sem bara svona hann bara kurteislega verið að minna á það, þetta sé inn á þeirra lóð og það alveg hárrétt og það verður að vera hluti af þessu ferli að ræða það við fulltrúa ME og ríkiseigna.
En það met ég ekki sem svo að í rauninni setji hugmyndirnar inn eitt sérstakt uppnám. Bara verkefni til úrlausnar. Athugasemdir sem koma frá þarna hópi eldri borgara sem hefur verið að skoða mjög alvarlega að ráðast í byggingar á íbúðarhúsnæði. Það auðvitað svolítið öðruvísi vegna þess að sá hópur á engra beinna hagsmuna gæta, þeir eru bara með aðra hugmynd nýtingu á svæðinu og það hluti af þessu ferli að taka inn slíkar hugmyndir og þá einmitt velta fyrir sér ætti frekar að gera það frekar heldur en það sem lagt upp með þarna íþróttasvæði hægt að samþætta þetta einhvern veginn og það hefur aðeins verið í skoðun hvort að það rými á svæðinu til að gera einhver leyti hvoru tveggja. Það og nú ég farin að tala bara út frá mínum skoðunum á málinu. Mér farið að finnast það svolítið erfitt að gera ráð fyrir íbúðarbyggingu þarna. Það væri hugsanlega hægt að sjá fyrir sér að gera ráð fyrir kannski einni íbúðablokk, en þá veltir maður fyrir sér hversu skynsamlegt það að koma fyrir einni blokk á þessu svæði ef það ekki víðtækari uppbygging íbúðarhúsnæði sem að ræða. Þannig að en þetta auðvitað bara í ferli og kemur fram með vinnslutillögunni hvað talið skynsamlegt og tæknilega mögulegt í þessu. Þannig að þetta en það var bara mjög jákvætt að fá þetta og reyndar hefur þessi sami hópur líka verið að skoða aðra valkosti. Þannig að það ekki þannig að þetta sé það eina sem að þessi hópur hefur verið að velta upp sem möguleika til að byggja íbúðarhúsnæði. Þannig að það og aðrir og að mínu viti vænlegri valkostir sem eru undir þar líka. Takk fyrir þetta, Stefán. Orðið enn laust undir þessum liðum. 13 til og með 24. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Helgi. Já, forseti og fundarmenn. Þetta liður 17, 7. mál. Erindi Stefán Skafta Steinólfssonar sem hann sendi til sveitarstjórnar og umhverfis- og framkvæmdaráðs. Pétur Einarsson bókaði í umhverfis- og framkvæmdaráði þetta langa og ítarlega og góða bókun. Það ekki gert ráð fyrir bókunum hér undir þessa liði, skilst mér, þannig að en ég ætla aðeins að svona fabuleringar hjá mér. Pétur Einarsson, fulltrúi VG í umhverfis- og framkvæmdaráði, bókaði í ráðinu vegna erindi Stefán Skafta Steinólfssonar andstöðu hans við Hamarsvirkjun. Erindið ætti að vera okkur öllum umhugsunarefni. Bókun Péturs gengur út á að vara við þeim dælum sem framundan eru varðandi yfirstandandi virkjana áhlaup. Sveitarfélagið Múlaþing þarf síst á því að halda núna að finna fleiri deilumál sem kljúfa samfélagið miðað við ástandið á Seyðisfirði, þar sem stórum hluta íbúa finnst ekki hlustað á sig og þeir ekkert hafa sitt nærumhverfi að segja. Í framhaldi af því þá sveitarstjórn eða þarf að ávarpa íbúa á Seyðisfirði. Reiðin í samfélaginu á Seyðisfirði mun meiri eftir kynningarfundinn sem var í síðustu viku heldur en fyrir hann. Það heyrir maður á öllum sem maður og það meiri klofningur. Fólk farið að þora að segja hvað þeir finnst, líka þeir sem vilja fiskeldi, þannig að klofningurinn ennþá meiri heldur en var fyrir. Ég held að sveitarstjórn verði að ávarpa þetta. Þetta sést líka á bókuninni sem Berglind Harpa, sveitarstjórnarfulltrúi, las fyrir okkur. Það ekki algengt að það séu atkvæðagreiðslur í heimastjórnunum. Það bara mjög lítið það að þær klofni í afstöðu sinni til mála. Ég
Ég held að við skuldum það að stíga inn í þetta samtal. Það má öllum vera ljóst að ég mótfallinn laxeldi í Seyðisfirði gegn vilja meirihluta íbúa. En þeir sem eru hlynntir því, þeir verða bara að taka þetta samtal. Þessar fallaberingar mínar. Forseta langar að benda sveitarstjórnarfulltrúanum á að hann að tala undir lið 7, undir lið 17 sem Hamarsvirkjun. Ég ætla ekki að draga úr því hvað liggur á hjarta með þetta, en þetta Hamarsvirkjun sem liggur þarna undir. Já, ég var að koma inn á það. Ég ekki að segja þér að hætta að tala, ég bara að minna á það. Ég var að koma inn á það að það út frá þessu sem ég að tala um þetta. Þarna verið að leggja upp með annað klofningsverkefni. Það sveitarstjórn að leggja upp með annað klofningsverkefni að kljúfa samfélagin í sundur. Þar verður trúlega minnihlutinn hafður undir, en á Seyðisfirði meirihlutinn. Þetta mjög skyld mál og ég bara, já, ég finnst bara, þið þurfið að fara að græða einhver sár, sko. Þið sem viljið þetta. Og takk fyrir Billy. Takk fyrir þetta. Orðið enn laust undir þessum liðum, 13 til og með 24. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Þröstur. Já, forseti, aðrir fundarmenn. Hvar vorum við eftir þar sem að, ég ætla nú aðeins bara inn á sama liðin og Helgi, sveitarstjórnarfulltrúi Helgi var á, þetta var 7. liður í fundagerð. Þetta var 7. liður í fundagerð 17. Já, 17, 47, já. Þarna, það svona ástæða til þess að ég kannski aðeins svari þetta, að ég sé ekki þá stóru sökudólgónu þarna, ég hef nú verið mikill fylgismaður þessar virkjunar. Sveitarstjórn nýlega bókaði þessu tengt varðandi rammaáætlun og þannig kom nú þessi umræða öll til að rammaáætlun sem í rauninni einmitt þetta samráðs og samræðu þessi samráðs og samræðu grundvöllur fyrir svona framkvæmdir eins og virkjanir í dag samkvæmt lögum var í rauninni, það var rauninni búið virtist vera búið að stinga hann hólkitt honni í skúffu af þáverandi umhverfisráðherra og sveitarstjórn eins og við kannski flest munum ályktaði, ég held ég á síðasta fundi fyrir fundinum þar áður, að hvatti stjórnvöld til þess að fara að hraða þessu ferli þannig að við getum skorið úr hvar þið virkja og hvar þið ekki virkja. Og sko ég fagna öllum umræðum þessa virkjun og sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur talaði hérna klofning. Sko ef að fólk má ekki vera ósammála hlutin án þess að það sé talað eitthvað klofning og illindi þá illa komið fyrir samfélaginu og ég held að það sé nefnilegast akkurat engin klofningur þetta en það umræða í gangi. Og ég fagna þeirri umræðu í rauninni hvaðan sem hann kemur og bara fínt mál að Stefán Skafti lætur í sér heyra og vonandi gera það fleiri en það einmitt þess vegna sem að það svo mikilvægt að ferli sem ákveðið með lögum að það gangi vegna þess að það þangað inn sem svona athugasemdir eiga að koma eins og frá Stefáni Skafta og kannski Helga Hlyn og fleirum þegar þar að kemur að þá hafa menn fullt tækifæri til þess að koma röddum sínum að í þessu ferli. Það einmitt ætlað til þess. Þetta rammaáætlun sem slík ekki ætluð sem eitthvað verkfæri, virkjana sinna að koma sínum málum í gegn. Alls ekki, þvert á móti. Þetta ætlað til þess að einmitt að ná þessu jafnræði, lýðræðinu og einmitt það að kannski geta myndað sátt hlutina. Þannig að ég get alls ekki séð að þetta mál sé að valda einhverjum klofningi. Menn eru kannski ekki sammála og menn bara ræða saman. En ef þetta verður einhver klofningur og einhver sé að fara fram með einhverjum ofsa í þessu, kannast ég ekki við. Þannig bara vonandi heldur umræðan áfram og ég bara þakka Helga fyrir vegna.
ég bara skil það, menn eru á öðru máli og bara því besta mál og hvet menn til þess einmitt sem eru ekki sammála að láta sér heyra. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þröstur. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Stefán. Já, forseti og ágætt að funda fólk. Ég tala hér undir sama lið og þeir sveitarstjórnarfulltrúar sem áður hafa tekið til máls. Ég ætla nú bara fyrst að bregðast við þeim orðum sem að Helgi Hlynur Ásgrímsson sveitarstjórnarfulltrúi viðhafði hérna að það væri einhvern veginn verið að leggja Hamarsvirkjun upp af hálfu sveitarstjórnar, að sveitarstjórn væri einhvern veginn að knýja þetta mál áfram og þá væntanlega ofan í kokið á einhverjum óskilgreindum íbúum í Djúpavogshreppi. Og ég ætla bara að hafna þessu. Sveitarstjórn hefur ekki ýtt þessu máli úr vör. Það hefur enginn tekið afstöðu til þess hvort að í sveitarstjórn hefur ekki verið tekin neina afstæða til þess hvort að það er vilji til þess að Hamarsvirkjun verða veruleika eða ekki. Það eina sem hefur verið gert er að það hefur verið hvatt til þess að ferlin sem upp eru sett lögum samkvæmt að þau virki og að það sé komist að niðurstöðu þau fyrr en síðar. Og þar kannski fara saman sjónarmið okkar Helga Hlyns, sveitarstjórnarfulltrúa. Ég held einmitt að það sé vont og hafi mjög neikvæð áhrif á samfélagslega umræðu ef að mál hanga lengi án þess að vera afgreidd og kannski líka að ef að ferlarnir fá ekki að virka og þannig að upplýsingarnar fá ekki að koma fram og kynningin fer ekki fram. Og ég ætla líka að því mér fannst aðeins glitta í það að Helgi Hlynur Ásgrímsson sveitarstjórnarfulltrúi væri að gera þeim sem sitja með honum í sveitarstjórn upp skoðanir á Hamarsvirkjun. Og ég ætla bara að vara hann við því að það sé skynsamlegt að ætla sem svo að sveitarstjórnarfulltrúi hafa einhverja tiltekna skoðun á þessari virkjun. Ég get allavega sagt fyrir mína parta. Ég er ekki sérstaklega ginnkeyptur fyrir hugmyndir Hamarsvirkjun. En mér þykir brýnt að það sé komast að niðurstöðunum. Ég áskil mér líka rétt til þess að skipta skoðun. Þetta þarf bara að fá að komast áfram í ferlinu. Þannig að það sé hægt að svara þessum spurningum. Ég finnst líka mikilvægt að halda því til haga að það eitt og sér að mál séu umdeild geta eiginlega ekki verið rök fyrir því að það eigi bara að láta þau liggja. Að það megi aldrei taka upp mál sem eru umdeild. Vegna þess að það er mjög erfitt að sjá fyrir sér mál sem eru svo, sem er svo gríðarlegu samhljómur að það sé enginn á móti. Ef við látum það alltaf eftir okkur að fella mál niður vegna þess að þau eru umdeild og þá gerist voðalega lítið. Við erum líka með ferla til þess að taka ákvarðanir sem að byggjast á meirihlutaræði. Stundum þurfum við bara að hafa gert til þess að láta þau mál ganga áfram þannig. Og komast að niðurstöðu. Í máli Helga Hlyns Ásgrímssonar sveitarstjórnarfulltrúa kom fram hér áðan að það væri mikilvægt að ræða málin á Seyðisfirði. Og ég get tekið undir það án þess þó að ég bið forstavelveringar því, ég ætla ekki að fara langt inn í þau mál undir þessum lið. Ég get tekið undir það er mikilvægt að eiga samtala á Seyðisfirði. Það þurfa þá allir að vera tilbúnir til þess að heyra sjónarmið hvers annars. Mínu upplifun er sú að við sem sitjum í sveitarstjórn höfum verið að segja okkur hluti, meðal annars það að því miður þá höfum við ekki vald til þess að gera þá hluti sem að sumir íbúar á Seyðisfirði þá krafist á okkur. Við bara höfum það ekki okkur á höndum. En mér hefur ekki fundist eins og á okkur sé hlustað í því. Og enn og aftur séum við grunuð einhverja græsku. En það eru sumir hlutir sem við getum gert. En svo eru bara aðrir hlutir sem við bara getum alls ekki gert. Það verður líka fólk þarf að vera reiðubúið að hlusta á það. Læt þessu lokið. Takk fyrir þetta, Stefán. Orðið er enn laust undir þessum liðum og sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Helgi. Takk.
Já, fyrir ekki veitir hvað ég fór langt út fyrir efnið, einhvern veginn var ég að koma þessu að hér. Sko, á síðasta sveitarstjórnarfundi, Þú ert undir, fyrirgeðu, þú ert undir hvaða lið? Sama lið, 17-7. Á síðasta sveitarstjórnarfundi ályktaðu við þið Út á mjút, Helgi? Á síðasta sveitarstjórnarfundi þá ályktuði meirihlutinn það að beina því til stjórnvalda að hraða ferli 4. rammaáætlunar. Það var undir liðnum Hamarsvirkjun. Þannig að þetta nú ekki alveg út úr hérna, það hét það í hérna gögnunum. Þetta ekki alveg út úr korti þessi að tengja þetta eitthvað saman. En það það eini vatnsaflsvirkjanakosturinn Austurlands sem inn í rammaáætlunarferlinu. Rammaáætlunarkerfið gengur út á það að í fyrsta ramma voru samþykktar, þar fóru í nýtingarflokk þeir virkjanakostir sem minnst voru umdeildir. Einhverjir fóru í verndarflokk, aðrir færðust yfir í hérna biðflokk og voru aftur teknir fyrir að öðrum ramma. Og svoleiðis gengur það. Eftir því sem að við afgreiðum meira af þessu, þeim umdeildari kostir eru upp borðan. Það eru miklir virkjanakostir búnir að fara í gegnum rammaáætlunarkerfið og það núna til umfjöllunar á Alþingi 3. pakki. Ef að við hérna förum í það núna, ef við myndum, eins og þið voru að fara fram á, og þetta bara hérna drifið í því að koma 4. pakkanum í gegn, þá værum við að leyfa þar virkjanir sem eru miklu umdeildari og hafa meiri umhverfisáhrif heldur en þeir sem var samþykktir í 1. pakka og ekkert komin til framkvæmda. Þar fyrir utan, þá í gangi núna krafa sumstaðar frá það að taka úr verndarflokki inn í biðflokk. Þar að ræða Jökulsárnar í Skagafirði. Þannig að þetta ekki einfalt kerfi, þetta ekki óumdeilt. Og það alveg að hreinu að við vorum að tala Hamarsvirkjun í þessari ályktun sem þið samþykktum daginn. Og þið geta ekkert komist neitt fram hjá því. Það getur vel verið að menn sé ekki búin að gera, ég biðst bara afsökunar á því ef ég að gera mér upp skoðanir, en það engu að síður þannig að þið voruð að samþykkja það. Þið voruð að samþykkja það að flýta fyrir ferlinu í sambandi við Hamarsvirkjun. Málið hét það. Takk. Takk fyrir þetta, Helgi. Sveitarstjórnar fulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Stefán. Forseti og ágæta fundafólk, það sami liður og fyrr og bara að bregðast við síðustu ræðu Helga Hlíns Ásgrímssonar sveitarstjórnarfulltrúa. Í fyrsta lagi, það að hraða ferlinu, það getur þýtt að hraða þeim virkjanakostum sem þar eru undir inn í nýtingarflokk eða inn í verndarflokk og því skyldi ekki gleyma. Þannig að það bara hið rökrétta í þessu öllu saman það. Það bara verið að hvetja til þessu sem fyrst verði komist að niðurstöðu það hvort að Hamarsvirkjun á heima í verndarflokki eða nýtingarflokki sem og aðrir þeir kostir sem þarna eru. Þannig virkar kerfið best ef við bara ganga til verks og meta þessa kosti. Ég ekkert með mín ef að Hamarsvirkjun metin í verndarflokki og það fyrir en síðar. En það býður yfirferðar verkefnisstjórnar rammaáætlunar, býður gagnaöflunarinnar og síðan þurfum við að taka afstöðu til þess. Og ég ætla bara, ég kannski ekki að hafa langt máli, en lýsingin á ferli rammaáætlunar sem framkom hér áðan, hún bara ekki alveg fyllilega rétt vegna þess að það ekki hægt að segja að minnst umdeildu kostirnir hafi verið afgreiddir fyrst og síðan verði kostirnir alltaf meira og meira umdeildir. En það alltaf að bætast við nýjir kostir sem aðrar leggja til.
Þannig og það er ekkert sem segir að kostir sem að bætast inn í 4. flokk séu endilega eitthvað umdeildari heldur en kostir sem að fóru inn í 1. flokk eða 1. hluta rammaáætlunar. Það bara þýðir að það var enginn búinn að velta þessum kosti upp áður. Þannig að það er engin ástæði fyrir okkur til að hnakkrífast þetta, sko, en þetta er bara ekki fyllilega rétt lýsing á því hvernig rammaáætlunarferli virkar. Takk. Takk fyrir þetta, Stefán. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir liðum 13 til og með 24? Ef það er ekki, já, sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel, Hildur. Já, takk forseti, ágætu fundamenn. Þetta varðar 38. fund fjölskylduráðs. Sem er liður númer hvað fyrir það er liður 20. Já, takk. Og þetta varðar lið 10, dagdvöl fyrir eldri borgara á Seyðisfirði. Það sem er verið að ræða vöntun og dagdvöl fyrir aldraði í byggðakjarnanum. Félagsmálastjóra var falið að hefja viðræður við framkvæmdastjórn Heilbrigðisstofnunar Austurlands málefni dagdvalar aldraðra á Seyðisfirði og mér svona leik og forvitni að vita hver staða mála er á þessu máli. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Hildur. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Stefáns, Eyþór Stefánsson hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel, Eyþór. Hildur Stefánsdóttir. Já, þetta er að vera alveg skelfilegt hjá mér. Heyrðu, forseti og annað fundafólk. Það er 14. fundarliður sem er 40. fundur byggðarráðs Múlaþings. Það er liður 2 þar undir kröfur ríkisins þjóðlendur og Austfjörðum. Mér langaði, ætli sé ekki réttast að beina spurningunni bara til Björns Ingimarssonar hreinlega. Er eitthvað að frétta í því máli og já, er eitthvað að gerast af hálfu sveitarfélagsins þessu tengdu? Takk. Takk fyrir þetta. Kannski áður Björn er til svars, þá er komið að sveitarstjórnarfulltrúi Elvari Snæ Kristjánsssyni, gjörðu svo vel, Elvar. Takk fyrir forseti ágæta fundafólk. Ég veit ekki hvað segir til marks að þessu kosningarvændum, að fólk hefur mikið að segja og langur fundur og fólk hefur rugglast á nöfnum. En til að bregðast við spurningu sveitarstjórnarfulltrúa Hildar Þórisdóttur, að þá er búið að leggja fyrirspurn eða þá er henni búið að skoða þetta mál sem er í vinnslu en það komur undir ljós að það skulum segja að komið í ljós að það eru 2 pláss hjá HSA á Seyðisfirði en það er bara verið að kanna það hjá HSA hvernig staðan á þeim plássum er, hvort að þau séu til staðar eða ekki og til nýtingar en málið er bara statt þar. Ég get ekki svarað þessu nánar það, þetta sé bara í vinnslu og þessi pláss, það var ekki vita þau runni en þau eru vonandi hægt að nýta þau. Takk fyrir þetta, Elvar. Sveitarstjóri Björn Ingimarsson, gjörðu svo vel. Já, forseti og gott sveitarstjórnarfólk. Það er varðandi stöðu mála varðandi þjóðlendurnar og spurningu sem að sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson kom með, að þá hef ég bara í samræmi við þá samþykkt sem þarna var gert á fundi byggðarráðs 22. febrúar og gengið frá samningi við sóknarlögmannsstofu að gæta hagsmuna sveitarfélagsins hvað þetta varðar og það er búið að lista upp þær jarðir sem að eru í eigu sveitarfélagsins og þetta snertir og eins er komin á tengiliður sem að hér innan hús við í rauninni lögmannsstofuna. Þannig að þessi vinna er bara komin á stað. Og við höfum þarna, ef ég man rétt, frest til í byrjun maí til að skila inn athugasemdum en þessi vinna er hafin
og ég vænti þess að þessu verður bara þetta verður vel unnið. Okkar athugasemdum verður komið á framfæri. Ekki meira. Takk fyrir þetta, Björn. Fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs undir liðum 13 til og með 24 og ég lít því svo á að umfjöllunum þá liði sér lokið. Þá vorum við komin að lið 25 í dagskrá sem skýrsla sveitarstjóra og ég gef Birni Ingimarssyni sveitarstjóra orðið. Gjörðu svo vel, Björn. Já, takk forseti og sveitarstjórnarfólk. Ég ætla að fara í stuttu máli yfir það helsta sem hefur verið í gangi frá því að við funduðum síðast 9. febrúar og fram til dagsins í dag. Ég átti ágætan fund með umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra snerist nú fyrst og fremst málefni El Grillo og ég held að sjálfur að segja sá fundur skilaði árangri. Það búið að taka ákvörðun það að bregðast við þeim tillögum sem lagðar voru til að hálfu starfshópsins sem sem var skipaður þá af fulltrúum okkar og umhverfisráðuneytisins og umhverfisstofnunar auk Landhelgisgæslunnar og þannig að það verkefni það verður farið í hluta þessa verkefnis núna bara strax í sumar. Það verður farið þarna í frekari verður farið í steypuframkvæmdir auk þess sem að við munum setja þarna upp kvíar. Einnig átti ég fund með aðstoðarmanni dómsmálaráðherra og þar var til umfjöllunar aðstaða löggæslu á svæðinu auk starfsemi sýslumannsembættisins. Við vorum það bæði að ræða löggæsluna á Djúpavogi og löggæsluna á Seyðisfirði og ég hef síðan skilað inn formlegu erindi til dómsmálaráðherra varðandi valkost og uppbygging af valkost varðandi löggæsluna á Seyðisfirði og ég gerir mig frekar ég skynjaði í rauninni samtal þannig að það væri fullur vilji til þess að mæta þeim áherslum sem við erum að koma með. Ég hef líka verið í samráði við lögreglustjóra Austurlands varðandi þetta mál. Við áttum fund með þingmönnum kjördæmisins og fjarfundabúða og lögðum þar fram samantekt á okkar áherslum og það var bara ágætt samtal. Okkar áherslur lutu náttúrulega fyrst og fremst að samgöngumálum, menntamálum og opinberum störfum og störfum á staðsetningar. Við erum að vinna í fjarskiptamálum í Berufirði og við erum í rauninni, ég að gera mér vonir það að við getum fljótlega tekið formlegan kynningafund með íbúunum í Berufirði þessa örbylgjulausn sem við erum að horfa til. Við erum að óska eftir, erum í ágæti samskiptum við fjarskiptastofnun við fjarskiptasjóð en erum síðan í samskiptum líka við fjarskiptastofnun varðandi þessi mál. Það farin farin frá okkur núna áhugakönnun vegna íbúðakjarna á Seyðisfirði á þann hóp sem þarf að vera að horfa til og þá erum við að kalla eftir að fá upplýsingar þá sem að hafa virkilega hug á því að nýta og leigja þetta húsnæði þegar það mun rísa og það verður fróðlegt að sjá hvað út úr því kemur. Við látum náttúrulega koma þar fram bæði upplýsingar húsnæði, fyrir húsnæði en líka sem náttúrulega bara mjög mikilvægt að fólk sé upplýst það eru þær kvaðir sem að fylgja þessu bæði hvað varðar tekjur og eignir og þetta sé alveg skýrt. Það hafa verið reglubundnir fundir á vegum sambandsins, varðandi skólamál og eins samskipti ríkis og sveitarfélaga og eins hef ég setið fundi stjórnar brunabótar og framkvæmdaráðs brunabótar ásamt
stjórnarfundum hjá samtökum sveitarfélaga og köldum svæðum. Við erum enn í samtali við Bríet og erum að skoða útfærslur á því samstarfi og varðandi þá fyrirkomulag eignarhalds á leigu íbúðum í eigu sveitarfélagsins. Ég sé alveg fyrir mér að þar munum við finna samstarfsflöt og eins þessi aðild að húsnæðis sjálfseignarstofnun sveitarfélagana í rauninni að verða veruleika sem flest öll sveitarfélög og landsbyggðinni eru að verða aðilar af. Við fundum reglubundið í aðgerðastjórn almannavarna tengjast kórónuverkefninu. Eins og við höfum farið yfir áður þá voru þeir fundir býsna tíðir en eru orðnir svona vikulegir núna og kannski kemur að því og vonandi kemur að því að við getum í rauninni að við sjáum fyrir endan á þessum faraldri. Það hafa haldið reglubundnir fundir líka á vegum almannavarna vegna veðurfars sem hefur verið með svolítið sérstökum hætti undanförnu. Og síðan funda líka almannavarnanefnd svæðisins með reglubundnum hætti. Við fundum mánaðarlega. Við áttum heimastjórn fyrir ágætum íbúafundi á Djúpavogi, þar sem eigin áherslur voru á framkvæmda á skipulagsmálin og málið til Veitna. Að mínu mati var þetta bara góður fundur og hann var upplýsandi og þarna var vel mætt á hann og umræðan var góð. Að mínu mati var líka þessi kynningarfundur Laxárstofu fyrir á Seyðisfirði mjög áhugaverður. Þar var náttúrulega umfjöllunarefnið fiskeldið í Seyðisfirði sem eru eðlilega skiptar skoðanir eins og fram hefur komið hér. En það bara mjög mikilvægt að þessi málefnalega umræða geti átt sér stað og hún haldi áfram. Og síðan hef ég átt upplýsingafundi með fulltrúum framboða og gerir ráð fyrir að ef eftir því óskað að bregðast við því. Það sem framundan þá til við fundum næst sem 13. apríl, þá fyrirhugaður fundur með fulltrúum Bjargs íbúafélags sem voru með mjög áhugaverða kynningu fyrir byggðarráði. Þar virðist vera mér finnst vera með svona raunhæfa nálgun á því hvernig hægt að fara í að byggja upp leigu íbúðir hér á svæðinu og virðist vera áhugi fyrir því þannig að við gerum ráð fyrir því að eiga með þeim frekari fundi og fara þá yfir þá valkosti tengjast byggingarlóðum og gera grein fyrir þeim. Ég með fyrirhugaðan fund með fulltrúum Hrafnhóls, Nýjatúns og Bæjartúns. Sá fundur verður á morgun og þar verður farið yfir fyrirhugaðar framkvæmdir við íbúakjarnanum á Seyðisfirði, Selbrúninni í Fellabæ og þær framkvæmdir sem í gangi á Djúpavogi. Ég mun líka funda þá með í síðar saman dag með fulltrúum ofanflóðasjóðs og sérfræðingum Eflu vegna frumathugunar varna á Seyðisfirði. Ég hef lagt áherslu á það verkefni að það þurfi að klárast því að eðlilega eru íbúar á hættusvæðum hafa náttúrulega verið á bankadyrnar hjá okkur og óska eftir því að sveitarfélagið taki afstöðu til þess hvaða leið verður farin varðandi bæði hluta atvinnuhúsnæði og íbúðarhúsnæði. Það hefur verið erfitt við því að bregðast og í rauninni sveitarfélagið hefur í rauninni ekki getað brugðist við því með afgerandi afstöðu fyrr en þetta frumvarp leggur fyrir. Og ég hafði gert mig vonir það og hafði í rauninni fengið upplýsingar það að þetta myndi liggja fyrir mánaðamót í janúar, febrúar. Svo var ekki raunin en ég vona að ég verði upplýstur það á fundinum með þessum aðilum morgun hvers sé að vænta. Það verður undirritaður líka samningur ásamt 3 öðrum sveitarfélögum og mennta- og barnamálaráðuneytinu þátttöku í verkefni UNICEF barnvænt sveitarfélög sem verður undirritaður núna á föstudaginn.
Það fyrirhugaður fundur með fulltrúum innviðaráðuneytis þar sem að fulltrúar þess hafa mikinn hug á því að fá upplýsingar það hvernig hefur tiltekist hjá okkur eftir sameininguna og þá sýnist mér að vera sérstaklega áherslurnar á heimastjórnirnar og hvernig reynslan af þeim verkefnum hafa verið. Við þurfum að leiða til lykta og eins og hefur aðeins komið ég man ekki, þetta kom eitthvað fram hérna í skýrslum heimastjórna áðan, þetta varðandi húsakapalinn á Djúpavogi, en við þurfum að leiða til lykta þessar framtíðar fyrirkomulags áherslur varðandi þjónustu og menningarhúsnæði á Djúpavogi. Vinnan að mínum að til ágætisferli og ég geri mér vonir það að við getum komið með hugmynd að mótæri stefnu fyrir lok þessa mánaðar. En það mikilvægt þannig að við getum farið að stíga svona alvöru skref í þessu. Við þurfum að vinna áfram að lausn málavarandi samstarfsverkefni og eins og ykkur náttúrulega kunnugt þá hafnaði Fljótsdalshreppur okkar hugmyndum varðandi framtíða fyrirkomulag Minjasafns Austurlands. Mínum að það miður, því að hugsunin var svo að þar með væru að stíga skref sem eru til þess fallin að efla safna- og menningarstarfsemi á svæðinu. En þau voru ekki að sjá þetta með svona í sömu augum og við, þannig að við þurfum að setjast yfir þetta bara aftur með þeim og athuga hvort ekki hægt að koma þessu í ferli, þannig að þetta sé ekki svona á einskismannslandi eins og þetta svona til að mínu mati í augnablikinu. Og svo að lokum þá vil ég nota tækifæri og komin á mál sem hefur verið í umræðinu undanförnu og meðal annars komið fram í fjölmiðlum að það sé ríkjandi lóðaskortur í sveitarfélaginu sem valdi því að það sé vöntun og íbúðarhúsnæði. Og það hefur líka komið fram að gjaldtaka vegna bygginga hér sé há og hafi hamlandi áhrif á þessa þætti. Svo rétt sem farið, þá töluvert framboð á lóðum í sveitarfélaginu og hefur verið undanfarið, bæði og sérstaklega íbúðarlóðum. Ég var bara að renna yfir þetta í dag og ég sé að það eru bara hér á Egilsstöðum 30 lóðir sem eru auglýstar lausar til úthlutunar og hafa verið nokkur tíma. Við erum með svipaðan fjölda á lóða á Seyðisfirði. Ef við horfum yfir sveitarfélagið í heild sinni, þá eru þetta eitthvað 100 lóðir sem eru auglýstar lausar til afhendingar eða til bygginga. Hvað varðar gatnagerðargjöld, þar sem að við höfum aðeins verið að fá ákvörðun það að við séum að innheimta að álögur hér séu háar, þá kannski bara rétt að koma því á framfæri að við erum með, það veittur afsláttur, auðvitað ekki á öllum lóðum, en það á tilgreindum lóðum innan sveitarfélagin og einstökum svæðum. Og þessi afsláttur á bilinu 30 til 80%. Það jafnframt verið að vinna í að endurskoða deiliskipulag í Votakvam og Egilsstöðum og þar gert ráð fyrir 20 lóðum sem ætlaðar eru til rýmist einbýli, rað eða parhús eða fjölbýli. Það verið að vinna endurskoðun deiliskipulags í Selbrún í Fellabæ og þar gert ráð fyrir að geta risið 40 íbúðir. Og svo liggur náttúrulega fyrir nýtt miðbæjarskipulag, þar sem gert ráð fyrir lóðum fyrir fjölbýli, blandaða byggð og atvinnuhúsnæði. Og ég að fara með rétt mál, þá held ég að við séum að horfa í kynningu, sérstaklega kynningar efni farið í loftið og hjá okkur í næstu viku. En það sem ég svona bæði hvet okkur, við höfum sjálfsagt ekkert að liggja á þessum upplýsingum. Það ekki þannig að það séu engar lóðir til staðar hjá okkur. Það töluvert af lóðum og við erum að vinna að því að fjölga þeim enn frekar.
Og ég bara vil hvetja ykkur sem kjörnafulltrúa og aðra sem að mögulega á þetta hlýða að koma þessu framfæri og ef að það vantar upplýsingar þá hægt að finna upplýsingar þetta allt, þá þetta allt aðgengilegt á heimasíðu sveitarfélagsins. En það, ég bara legg á það áherslu, það ekki þannig að það séu sem sagt vöntun á lóðum sem valdi því að aðalega séu ekki að byggja, það ekki þannig. Og meira þess að töluvert nokkuð það að við höfum gefið út þetta lóðum og veitt byggingarleyfi þó svo fyrir nokkrum mánuðum síðan þó svo að viðkomandi hafi ekki hafist handa við byggingar. En síðan erum við bara að vinna við það að innleiða áherslur fjárhagsáætlunar og vinnan við uppgjör 2021 langt komin og við erum svona stefna því að klára hana núna fyrir mestu leyti fyrir mánaðamótin. Svo sjáumst við bara aftur á næsta fundi 13. apríl. Nei, ég ætla ekki að þetta leika og takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Björn. Þá formulegri dagskrá fundarins lokið. Þetta var liður 25 og sá síðasti á dagskrá. Hér lýkur útsendingu.